Komiði sæl og verið velkomin í okkar grín podcast hjá mér og Arnmundi. Og þetta podcast heitir Spunakast. Já. Hvað segir þú gott, Arnmundur? Já, bara fínt. Þetta svona pilot kannski. Þetta bara svona pilot. Já. Kannski munum við gera eitthvað meira svona. Já, við sjáum bara til. Við veitum ekkert hvað við erum að gera við þetta. Hvort það kemur bara í ljós einhvern tímann seinna. Ekki núna allavega. En hvað búið að vera að frétta hjá þér, Arnmundur? Já, það nú bara, já, ég ætla að byrja með þessa rennibrauta YouTube-rás. Rennibrauta YouTube-rás, einmitt. Já. Og hvernig er búin að vera svona ferðalagið hjá þér á Íslandi? Já, ég tók hringinn, það var bara Tókst hringinn? gaman, já, það var. Byrjaði þarna Kirkjubæjarklaustri, frá þar og síðan 2 nætur á Egilsstöðum og síðan 4 nætur í Grenivík og síðan bara aftur heim. Og bara, ertu búin að vera að gera eitthvað fleira heldur en að fara alltaf á þessar sundlaugar? Já, jú, ég fór nú aftur að gosinu í gær, það var nú. Aftur á gosinu? Já, kannski ekki mikið frá þjóðferðandi, var nú það slökkt á gosinu. Var slökkt á gosinu? Já! Já. Þannig að þetta var ekki svona rosalegt fyrir frænku þína? Nei, en það var svona alveg gaman að fara með, sko. Hún hafði alveg gaman að því að það? Já, þetta var alveg gaman að labba þangað, maður gæti séð hraunið og svona, það var alveg slökkt á gosinu og einmitt þegar við komum aftur í bílinn og fram aftur þá byrjaði gosið aftur. Byrjaði bara gosið? Já, þetta var frekar svekkjandi tímapunktur. Það verður bara að hafa það. Það verður bara að hafa það? Já, það er stundum þannig. En svona... Það er þannig að Magnús Sigurður Jónsson og Matthías Hallgrímsson, þeir eru ekki hér. Þetta er ekki Karlakofinn. En svo erum við líka heima hjá Arnmundi. Við erum ekki einmitt núna í kompunni. Nei. Annars væri þetta bara mjög skrítið, sko. Já, það verður svona... Bara með óplanað podcast. Já. Reyndar, er Karlakofinn venjulega óplanað? Já, þetta er mjög frjálst og svona. Mjög frjálst og bara gaman. Já. Og Arnmundur, af hverju finnst þér svona þegar ætti að hætta með takkana í Karlakofinn? Já, sko, ég er búin að vera að hlusta. Ég hlusta alltaf þess að þetta. Fyrir þá sem ekki vita, ég hlusta svona á það bara þegar það kom út. Já. Og mér finnst, ég verð stundum bara svolítið bara pirraður út í ykkur sjálfa. Að bara í alvörunni hvernig við erum að nota þetta að takka allt og mikið. Já. Og bara, það er bara pirrandi held ég að hlusta. Finnst mér allavega. Ég held að áhorfendum finnst þetta líka. Það er svolítið mikið vitleysa og kannski, þú veist, má þetta vera aðeins rólegara. Já. Já. Þannig að minna svona kaos. Já, þetta er náttúrulega bara kaldhæðni sem ríkur öllu, en bara eitthvað Maggi eitthvað, já, ég var að horfa á Star Wars, já, er það? Já, var það ekki skemmtilegt, bettilegt? Svo byrja Matthías bara eitthvað svona snerta eitthvað að takka, bara eitthvað svona og eitthvað, ég ætla núna að ropa í mikrofónir. Voða fyndið. Já, þannig að það er algjör vitleysa. Algjör vitleysa, þannig að við verðum að gera aðeins betur. Já, ég veit það ekki, kannski ekki. Arnmundur, það fer bráðum að koma að því að við verðum að gera þetta frétta try not to laugh dót sem ég fékk hugmyndina. Já, og hvað, ætlar ekki að lesa inn á baggalútu.is? Já, þannig að þetta er ekki bara ég, sko. Nei. En þetta verður bara þannig að ég kannski gera þetta heima hjá þér svona. Já. Við söfnum brandara úr baggalúti. Já. Og svo skrifuðu það á Google, eitthvað svona hvað sem þú notar til þess að... Google Docs til dæmis. Já. Og svo skrifum við brandarana þar. Og svo líka búum við til eitthvað inn á milli. Svona eitthvað skemmtilegt. Eitthvað kannski sem þér eða mér dettur í hug. Þannig að það er eitthvað stórt framundan, sko. Já, þetta er... Mikið grín, mikið gaman. Þannig að, já. Og rauninni kannski hjá ASH bara TV. Já, ASH TV. Það er náttúrulega, við erum ekki búin að segja þetta frá þessu öfnilega. Kannski getur bara þetta núna. Við vorum daginn, eitthvað láta okkur leiðast og við langaði að gera eitthvað nýja grínseríu og gerðum svona pilot. Já. Af þetta sem er daglegt brauð. Þetta er svona eins og venjulegt fólk grínþáttur okkur og
Ég myndi kannski segja þetta misheppnaði svolítið. Þetta var ekki alveg nógu gott. En þarna var, ég einmitt sammála, þetta var ekki alveg nógu gott, sko. Og ég svona búin að vera að skoða þessa klippingu og ég alls ekki nógu skemmtilegt. Og hugmyndin fín. Við vorum svolítið bara að spinna í beinni. Við höfum kannski frekar bara mátt setjast niður, fyrir fram með tölvu, skrifa handrit, síðan taka þetta upp. Já. Það var betri hugmynd. Við vissum ekkert alveg hvað við vorum að fara að gera. Svo líka bara ekki alveg komið ljós hvort við ættum að gera þetta. Nei. Hvort við ættum að halda áfram með þetta. Kannski það bara ykkar valið. Já. En þetta líka, ég líka með eitt annað sem hefur ekki komið fram opinberlega, en næsta skjásería verður síðasta. Er það? Já, sko, Matthías Atlason, hann sagði við okkur að hann ætlaði að hætta eftir næstu seríu sem verður þá 1 ár, þá getur hún klára, svona maí 2022. Verðum með svona kannski 30 viðbútt. Hann sagði að þá ætlaði hann að hætta. Við mögum ráða hvort við munum halda áfram eða hætta. Mér finnst allavega ekki kannski hætta bara. Þannig að það er bara okkar valið hvort að þetta ætli bara að vera eins og máli með Randver, bara svona. Það er svona... Það verður eitthvað maður. Já. Það er dálítið scary var ég að segja, sko. Og ég meina, en Matthías, hann er ekki að fara hætti að það TV, hann er bara hætti að þessu verkefni. Alls. Þannig að við getum kannski bara hætt með skjáin og gert ykkur nýja þætti með Matthías. Það eru sitcom þætti sem okkur langar svolítið að gera, sem þetta Íbúðin. Þætti sem gera sig íbúð. Já, við erum einmitt að fara að gera Íbúðin einmitt. Já, það er svona hugmynd sem við búin að vera með í svona ár. Já, það verður eitthvað, sko. Já, eitthvað svona. Ég hlakkaði í alveg mjög mikið til. Já. En já, þannig að við höfum karakterina þarna, hvað heit það aftur, ég er alltaf að finna karakter. Júlíus, ég leik Júlíus. Nei, þú ert Brjánn. Já, ég er Brjánn. Já, þú ert Brjánn, hann er svona svolítið svona heimskur. Matthías og Júlíus, er það ekki? Já, Brjánn er svolítið svona Joey Tribbiani svona. Já, hann er svona dálítið þannig og líka bara svona klaufskur. Og Júlíus, hann er svona, frekar venjulegur, hann hatar svolítið Brjánn. Ég myndi líka segja, hann Brjánn er dálítið líka svona Kramer úr Seinfeld, myndi ég segja. Já, hann ætti líka nú með hana. Þannig að segja að Kramer er svona... En núna man ég ekki hvað minn karakter heitir. Það er Kári, ég held að Kári. Hann er svolítið svona klár og svona veit betur, hann kannski vill einbeita sér á náminu, ekki fíbla ganginum. Já, mér minni það líka kannski að það væri líka hlutverkið hans Matthías. Var það ekki? Já, það er Júlíus, já, það er svolítið svipaður. Og síðan er það, þú veist, fleiri karakterir, það er Maggi leikur eitthvað, Snorri og Atli. Já. Bara eftir að fá þau til að samþykkja að vera með í seríunni. Já, bara svona að vera svona með, má ekki skilja út undan. Nei, er ég ekki fyndin, Arnur? Nei, ekki mjög, sko. Arnur, hvenær myndu samþykkja það að ég er bara fyndin? Takk. Núna verður þetta að fara í rifrildi, sko. Já, það er eitthvað sem er ekki nógu snögt. Ég fengi nóg, sko. En já, síðan er það við ætlum þetta sumar að gera nýja HTX-ara seríu. Já. Sem átti að vera síðast, nummer 5. Nema það er að mínu mati, ég skrifaði mjög marga sketch í seríu 4 og það var bara ekkert mál fyrir mig. En núna er alltaf mikið pressa á mig. Við erum bara að lofa, við erum að gera seríu 5 sem verður besta. Ég er með mikið af hugmyndum og sketchum, ég held bara að séu ekki nógu góði til að fara í þessa seríu. Ég er svolítið svona stressaður, þannig að við erum bara að fresta henni. Kannski næsta sumar, 2022. Eða bara við getum prófað að gera vetra. Já, vetraþætti. Það var náttúrulega, góðu við sumar þeirra, það var náttúrulega bara margir dagar sem er engin skóli. Þannig að við getum tekið stóra tökut og síðan er náttúrulega líka að vinna á skjánum með veturinn. Já, það er líka það, sko. Gæti verið mjög flókið. Já, síðan er náttúrulega svona eitthvað sem fer svona líka eitt sem við þurfum kannski að nefna, það er Fáup náttúrulega. Já, Fáup, ég sá sko að Fáup var komin með 125 subscriber eða eitthvað. Já, það er svona frekar lítið með að við, sko. Lítið? Já. Já, við höfum komið í einhverjum 5 blaðviðtölum, 3 sjónvarpsviðtölum. En í rauninni ekki fleira en ég færi á, sko. Við kvartum ekki. Nei.
En það mjög lítið af fólki á Íslandi. Já, en það eru 2 seríur á plani. Já. Það Já, reyndar, ég er frekar forvitin að vita það, sko. Já, það sería sem að gera í september, alþingiskosningarnar. Já. Sem tala við Guðmund Franklín aftur. Það verður svolítið stressandi. Vegna þess að í blaðaviðtalinu við DV þá sagði Maggi eitthvað að Guðmundur Franklín verið algjör vitleysingur. Já. Þannig ég er svolítið stressaður að tala aftur við hann. Já. En já, og síðan það önnur sería sem sem við ætlum að gera þetta sumar og maður fresta þess enn og aftur. Það sería að hún taka viðtal við gamla pólitíksa. Já, einmitt, það var það. Ólafur Ragnar Grímsson og Vigdís Finnbogadóttir og fleiri. Það verður nú eitthvað, sko. Að tala við Vigdísi Finn. Já, og það verður, og Atli Hjálmar Björnsson, hann ég ætla bara að nefna þetta fyrst hann kominn aftur inn í fólk. Já. Hann hætti fyrir 3 árum, gerði einhverja 2 seríur með okkur, rannsóknarblaðamennsku kjördag. Já. Síðan bara hætti hann fyrir, ég nenni sig svo, ég bara farin að gera eitthvað með Ágúst boltinn í netinu. En núna er hann bara kominn aftur. Já, boltinn í netinu maður, boltinn í netinu. Já, ég held að það sé nú hægt. Já, en Atli, hann er að fara að byrja með nýtt podcast. Þú veistu hvað podcast með Snorra Björns er? Það verður svona viðtalspodcast, Sölvi Tryggva og svona. Hann er búinn að segja að hann langar svolítið að fá mig og þig held ég og Matthías og Ágúst og pappans og Magga. Pappans? Já, hann náttúrulega vinnur með börnum og svona, það eru áhugaverð þetta. Já. Ég er svolítið spenntur að fara í svona viðtal sem var að spjalla feril. Ég hef alltaf dreymt að fara í þannig viðtal. Já. En já, Atli er eitthvað búinn að senda skilaboð á Instagram og hann segir eitthvað, já, ég veit ekki hvernig þessi vissi að þetta kemur og það fresti þessu eitthvað fyrir maður haust. Þannig ég veit ekki hvort það verði kannski gert. Gæti ekki verið. Já, sko, ég hef aldrei hlustað á neitt þátt á boltinn í netinu, sko. Nei, sko, ég byrjaði á einum þætti. Ég dó úr leiðinni. Og ég held að þú myndir líka gleða. Þetta er bara fótbolti. Fótbolti, það er bara, já, tala um einhverja fótboltagæði sem skoraði eitthvað mörk sem ég veit ekki hver er. Hlustaði, ég gaf sér sjálf. Ég prófaði alveg að hlusta fyrstu 5-10 mínútur það kannski. Sem bara, sorry, ég nenni ekki maður. Já, en þarna, hvað þið búin að gera marga þætti? Það einhverjir 6 eða eitthvað. Ég held þeir eru hættir að því. Eru þeir hættir? Já, ég nenni ekki. Af hverju gerðu ekki svona EM-móta svona dótið? Þeir bara hafa ekki tíma í þetta. Þeir bara, sko í rauninni, það hefur við og Skjárinn og HTX við hefum gert eitthvað 200 þætti. Það eru bara rosa fáir eins og við sem bara nennum að gera. Þeir bara gera 6 þætti hætta. Það myndi að gera 6 skjáðu þetta sem bara, þetta er alltaf mikið vesen. Hættum bara. Men það er enginn að horfa á þetta. Við gefum svolítið upp, sko. Við erum núna búin að gera 89 skjáðþætti og við erum eftir 30 þætti eða. Já, bara 30 þætti af Karlakórunum, varstu að segja. Nei, já, Skjánum. Á Skjánum? Já, vá, Jesus. Já, við erum bara búin að gera einhverja 6 Karlakórunum. Já, þetta er skýrst. Þannig við getum hætt núna. Komum bara hættum núna þegar boltinn myndir. Hættum bara, við erum hættir. Já, ok, bye. Bara hættir? Já. Bara þetta er alltaf að vera komið á leiðan endan. Já. Þetta er mjög skeri og við erum bara að byrja okkur nýju samkvæmt síðan. Já, ég veit hvað er að gera? Við verðum þá að gera góðan svona síðasta þátt. Á Skjánum? Á Skjánum. Já, við erum með svolítið mikið af hugmyndum, en ég held að ég er ekki að fara að segja þetta í podcastinu. Það er, ef þetta fer á netið eða eitthvað þannig, ég veit ekki. Þetta núna við aðlega bara búin að vera að switcha í svona update-vídeó bara eina svona. Já, við erum að segja frá hluti sem aldrei komið fram áður, sko. Já, og bara láta fólk vita. Já. Þannig að það er bara svona, hvað er í gangi? Já, og svo er eitt annað sem við höfum að tala um. Þetta er mynd sem við höfum að vera að plana okkur að gera í 3 ár. Já. Jonni Íslenski. Já, en ég man að við ætlum að breyta nafninu. Já. Það var bara eitthvað svo allt og augljóst eitthvað sem að það... Þannig, þetta er spæramynd. Við erum búin að skrifa handritið af fyrstu 2. Síðan er líka frá að koma með 3. Við erum komið að sögu frá það, en ekki nákvæmt handrit. Þetta er myndið sem við skrifum árið 2018 fyrstu myndina, 2020 aðra myndina.
Við ætlum fyrst að gera 2018 frestaðist, 2019 frestaðist, 2020 frestaðist. Og ég held að við ætlum bara að reyna að gera hann í ár. Ég meina, það er bara núna eða aldrei. Nú eða aldrei. Já. Samt sumarfríið alveg að fara að vera búið. Já, ég er að spá í svona í lok sumars. Það er svona 1 mánuður kannski sem þetta aldrei sumarfríið verið búið, svona í lok ágúst. Já. Bara Mér líður svo hratt. Ég er búin að ákveða alla tökustaði og tökudaga. Þetta tekur 2 tökudaga að taka upp. Þetta er bara svona 15 mínútna myndið eitthvað. Hún er samt skemmtileg, það gerast alveg margt í henni. Já, það er bara mikið að dóti sko. Ég man að þetta var eitt skemmtilegasta sem við höfum gert sko, að gera handritið fyrir Jonna íslenska sko. Já. Mikið grín, mikið gaman. Já, það var rosa gaman, mikið sprell á staðnum. Mikið sprell sko. Og þarna það var bara mikið verið að finna upp góð grín sko. Mér fannst þetta bara að vera mest vel heppnaðasta svona plan. Mest vel heppnaðustu plön sem þarna við höfum gert sko, bara í sögu, bara í okkar sögu. En já, þarna Magnús, hann var að deila með mér hugmynd að hann myndi gera 2 spin-off af Jonna íslenska. Annars er spennumynd sem heitir Ási íslenski, ekki grín, og annarkvort líka seríu og þætti sem heitir Lið 15. Fjallar eitthvað lið sem vinnur á sömu stöðu að rannsaka eitthvað störf Jonna. Eitthvað Lið 15, það er svona áhugavert. Það er áhugavert. Já, en já, við viljum ekki segja neitt meira. Það er komin Magnús með einhverja hugmynd og sögur þeirra. Og við viljum heldur ekki segja sögur þeirra ná hinum Jonna íslenska myndina. Því að við viljum ekki eyðileggja neitt. Við viljum bara að þú fer þetta beint í æð þegar myndin kemur út. Já, þetta verður skemmtilegt. Þetta verður eitthvað. Ég held að þetta verður miklu skemmtilegra að leika myndina heldur en að bara gera handritið sko. Já. Þetta verður ennþá skemmtilega. Ævintýr. Algjört ævintýr. Já. Bara algjört ævintýr. Það er búin að vera mikil vandræði með þetta eins og Kristófer, hann átti að leika við hlutverkið. Já. Hann er núna á Neskupstað. Ég man líka, við ætluðum í alvörunni að fá Kötlu Margrét til þess að leika í myndinni. Já, sko. Bara svona, já, mamma mín þekkti sko, þannig að Kötlu Margrét sko. Það er eitt kvenmannshlutverk í myndinni. Það er þrifakonan sem segir eitthvað 2 línur. Þrifakonan í Rússlandi og það eru allir í hópnum með eitthvað og við vildum alveg vera álfurinn, við vildum ekki vera algjörir sexistar, við vildum ekki... Ok, við leikum rosalega oft konur, en í þetta skipti þá vildum við ekki leika konur. Nei. En ég held að við þurfum bara að enda þannig að bara Maggi, hann bara fyrir einhver búning og bara þrifa konu í Rússlandi. Þannig að núna vitið þið, strákar. Nei, núna er ég bara að vera á móti kvenfólki. Já. En þarna, bara svo þið vitið það núna, af hverju við höfum ekki kvenfólk. En þarna, ímyndaðu hvernig þetta hefði verið ef að við hefðum bara fengið stelpu til þess að leika Gínu fyrir skjáinn maður. Hefði það ekki verið skrítið? Það verið svolítið leiðilegt. Sko, það er alltaf fólk að segja, viljið ekki fá stelpu með í hópinn? Ég segi bara, við þekkjum ekki stelpu sem hefði áhuga að vera með. Ég held að við séum svona eiginlega einu í bekknum sem hefði svona það eru bara strákar. Áhuga að vera með í þessum hópi. Það eru bara strákar sko. Bara strákar. Og kannski, þetta er eitthvað svona, því að haldi kannski að við séum svona vinsælstu strákarnir í bekknum. Að gera eitthvað fyndna grínþætti og podcast. En nei, við erum bara með óvinsælstu strákarnir í bekknum sko. Við erum ekkert eitthvað sem það. Ég er samt eiginlega bara fegin samt að hafa enga stelpur sko. Ekki, no offense sko. No offense. Já, við þekkjum engan. Ekki að reyna að vera leiðilegur sko. Við þekkjum ekki neitt sem gæti nefna að vera með. Já, nei. Hver myndi mögulega að vera með? Eða væri eitthvað stelpa? Ég veit ekki, Katla Margrét. Katla Margrét bara, já. Af hverju ekki maður? En ég man að ég var að hugsa að við myndum fá svona gestaleikar í skjá. Já, við fengum einu svona Agli. Já, Atla. Nei, hver? Agli. Ég er ógeðslega lélegur í að fallbeygja Egil. Já, Egil, hann var í hérna Háteigsskóla. Já, hann var í Háteigsskóla sköpunu. Jú, við höfum fengið Atla og Kristófer og Snorra og Aðalstein og einhverja. En ég er að tala um svona frægt fólk.
hann myndi bara segja, hei, Siggi Sigurjóns, komdu hérna heim til mín og við tökum, þú leikur bara eitthvað Kristján Ólafsson eða eitthvað. Vertu bara gestalegri. Já. Ég var svona ímynda með það, en ekkert sem myndi gerast, bara eitthvað svona fjarlægur draumur, sko. Já, fjarlægur draumur. Já. Bara. Eitthvað sem myndi aldrei gerast, sko. Eru ykkur fleiri fréttir sem... Já, þarna áhorfendur muni því eftir þáttum sem heitir 50 og Klausturfélagar. Já, við eigum... Þegar það voru að gera 2 þættir af því, við ætlum að gera eitthvað 30 þætti, 3 seríur. Sitcom þættir Simma, G og vini í að hanga í íbúð. Það á ASTV YouTube-pressunni, endilega horfið á þetta. Þetta var eitthvað sem bara gleymdum og höfðum ekki tíma í og mun aldrei gerast. Þetta var uppalega verið eitthvað skets í hérna þegar vorum að gera eitthvað HTX-seríu. Já. Seríu 3. Síðan var þessi skets alltaf langur, þannig sem bara við búum bara til okkar seríu. Það var kannski svolítið heimskuleg hugmynd. Já. Eftir að hyggja. Ég meina ég ekkert á móti... Já, núna þegar þetta búið, þetta Klausturfélagamálið og svona. Já. Kannski myndum við bara svona breyta þessu. Já, nafnið kannski, já. Þetta náttúrulega algjörlega fengið þáttur. Perfekt valkostur fyrir svona... Sigmar og félagar. Íslenskir allir þannig Já, veist ég fékk einu sinni hugmynd, Arnmundur, að gera bara svona animated remake af Sigmar og félagar. Já. Bara án leyfis, menn þess að þessi þættir eru mjög gamlir. Já. Og þarna væri það ekki bara góð hugmynd? Jú. Bara miklu betri teiknistíl, þannig að ég er miklu betri í að teikna heldur en þessi aular úr steiktur 9999, hvað sem það hér. En sko þú veist að það stendur í lýsingun á vídeónu þeirra hvað klippiforrit þeir notið, eða hvað forrit þeir notið til að teikna þetta. Já. Af hverju færðu þér bara ekki það forrit að þú getur bara teiknað og gert handrit af hverju þáttum eins og Family Guide eitthvað. Færð mig og Matta og Magga og Snorra eða eitthvað og við bara tölum fyrir þetta og svona. Séum bara, komin eitthvað þáttur og við getum bara sett inn á ASTV eða. Já, kannski, en svona þá verð ég, en sko málið það hægt að animata og Procreate þar sem ég með Apple Pencil. Það getur verið dálítið flókið, sko. Já. En þarna... Það svolítið snögt. Ég vil samt ekki að Sigmar og félagar endurgerða þið svona það fyrsta sem ég myndi gera. Nei, það var eitthvað skrítið. En það væri dálítið skrítið. Sko, mér langar í alvörunni að vera bara svona... Sko, það sem mér langar mest að gera sem teiknari og svona að teikna dýr. Já. Og svona gera grín af útliti á frægum Íslendingum og svona. Já. Það bara funny, sko. Já. Bara funny shit. Og núna þú ekki gaman til að vera samfélagsmiðlum, en bara alltaf þurfið að deila svona myndum í dúo. Þá get ég bara ímynda mér eitthvað Úlfur Marmarsson á Instagram. Ég ætla kannski að... Set allar þessar myndir inn. Ég ætla kannski að fara að gera svona Vilhelm Netto-mynd eitthvað svona, hei Villi, ég teiknaði þig. Já. Sjáðu þessu fólk. Það verið sniðugt. Bara svona Vilhelm Netto, bara eitthvað svona hlæja þessu. Ég var svona að hugsa, ekki Vilhelm Netto svona þótt eins og Steindi Junior var svona fyrstu árin? Já, Steindi gerði sketsa, sko. Hann er svona aðeins svona, hann er aðeins svona klárari en Steindi. Hann gerir eitthvað svona sakamála grínseríu. En ég meina það er ekkert að gera Hver drap Friðrik Dór 2. Fyrst ég að Hver drap Friðrik Dór áttu að vera sketsaþættir. Nema bara með svona grín nafni sem er bara svona einn brandari. Já. Eins og einhver brandarabók eftir Geri Larsson. Já. En, þarna, Arnmundur, mig hefur alltaf langað að hafa svona, þú veist hvernig hefur alltaf langað að hafa svona aðeins og TV eitthvað meira en bara svona þættir og eitthvað svona. Já. Mér langar líka bara, við höfum bara svona vefsíðu þar sem ég teikna alltaf svona brandara sem þið gætu hafa gert eða ég hefði gert eða eitthvað svona. Já. Og bara haft bara svona á internetinu bara svona. Já, það væri áhugavert. En
hafa bara svona brandara, bara svona á internetinu, bara svona eins og Baggalútur. Og síðan er líka draumahugmynd að gera eitthvað sem heitir AFTV2, það til, gera eitthvað svona YouTube-vídeó við að gera eitthvað svolítið svona, hljóma hérna svolítið svona það Mr. Beast eða eitthvað svona. Já, það er svona skringilega. Við eitthvað að hanga saman eitthvað í þessu vídeói, við að byggja sundlaug í kjallaranum hjá Magga án þess að láta hann vita. Gera eitthvað svona þannig. Síðan erum við líka með ráð sem heitir AFTV Gaming. Það er eitthvað svona fjarlæga draumur að birta eitthvað efni þar í framtíðinu. Já, en svo er líka þarna það að þarna, manstu þegar Maggi fékk hugmyndir að þessu þarna draumaþáttunum sem voru aðeins öðruvísi, miklu meira ýktari. Þannig að það var bara svona ég að vera í svínastíi, í húsdýragarðinum, í svona svínabúning. Heyrðu, ég á þetta skjal ennþá. Það væri gaman ef við gætum kannski seinna í þettinum bara að lesa það. Já, af hverju? Getur þú ekki náð í þetta bara svona? Jú, við þurfum svona eiginlega að færa okkur. Við þurfum svona að færa okkur inn í herbergið mitt. Sko. Já, þetta verður bara svona næsti liður, bara eftir smá. Já, við getum þessu gert eftir. En ég þarf að tengja flakkaran við tölvuna mína. Þannig að ég ætla kannski að gera það núna. Þú segir bara eitthvað skemmtilegt á meðan. Já, þetta var spjall með mér og Arnmundi. Þannig að ég ætla bara að segja núna hvað við erum að gera einmitt núna. Þannig að Arnmundur, hann er núna að fara að gera einmitt núna eitthvað við tölvuna. Man ekki alveg hvað hann ætla að gera. En þarna, allavega, ég er einmitt núna að prófa þarna Astros Playroom fyrir PlayStation 5. En þess að Arnmundur, hann er algjör sport og hann á PlayStation 5 kallinn. Algjör meistari, sko. Það komið PlayStation 5 maður. Og ég er einmitt núna að spila sem pælið í því maður. Finnst ykkur ekki skemmt? Svona, heyriði hljóðin? Heyriði hljóðin í þessu maður? Algjörlega geggjað, sko. Sjáu þetta? Heyriði í þessu maður? Afsakið þetta? En alveg þið sjáuð ekki hvað ég er að gera, svo er mjög sorglegt. En þið eru örugglega forvitin að vita kannski hvað ég ætla að gera í framtíðinni. Sko málið er, ég ætla að vera animator og kannski mun ég vera hired fyrir DreamWorks eða Disney eða eitthvað svona. Bara alveg óvænt. Svo langar mér líka að vera leikari svo. Þið hafið örugglega aldrei vitað að mér finnst skemmtilegt að teikna sko. Herri, ég er svona komin með þetta skjal. Ertu komin með skjalið? Þannig hvað, ef ekki bara aðeins að taka smá pásu? Já. Þessu, tökum 3 mínútur og það man ég framhaldinu og það finnst myndu Reykjavíkurdraumur. Já. Það er flókin og löng saga. Já. Það að gera á eftir þetta. Síðasti þátturinn var sko. Þetta er bara eitthvað, þið munir bara vera hissa þegar að heyra þessu bara. Já. Þetta er bara langmesta vesenið á seríu sem við höfum gert og það er bara flókin saga bak. Það er nú bara þannig sko. En heyrðu, hér erum við komið með skjal. Þannig að á ég að lesa þetta svona ógeðslega dramatíslega. Heyrðu, þetta eru sko, byrjum bara á liðunum. Já. Segi hérna. Liðirnir eru. Já. Liðir, þeytingur, áskorun, áhætta, skeiðstungan, falin myndavél, leynihráefnið, draumurinn, úlfnúsinn, allófer, stjórnin, hliðastjórnin, vinahópagrín. Og hérna er lýsingar á liðinum. Þeytingar, Magnús blandar hráefnum í blandari í búst. Áskorun, allir þurfa að gera eitthvað til að skora á. Áhættan, líkt og áskorun nema bara meiri áhætta. Skeiðstungan, bundið er fyrir augun og eitthvað hráefni stingur upp í mann. Leynihráefnið, eldaðir bakaðir eðlilegir hlutir en einu hráefni eru tekin út og annað sett í staðinn. Svo giskað hvað leynihráefnið er. Draumurinn, strákarnir gera skemmtilega hluti erlendis. Hæ? Magnúfur,
Lið 3, Magnús og Úlfur gera hluti. Atlófer. Kristófer og Atli gera hluti. Lið Arnmundur og Matthías gera hluti. Stjórnun. Atli stjórnar strákunum. Liðstjórnun. 2 lið. Atlófer og Magnúsur keppa. Stjórnar þeim. Vinahópagrín. Létt grín gerð á einn í hópnum. Hérna þeytingur, allt sem fór í þeytingin. Já. Maggi blandar saman sírópi, brauði, lasagna, síld og ósetu ístei. Kristófer drekkur E2. Já, þáttur 2. Já, þáttur 2. Episode number 2. Maggi blandar saman kók og Pepsi. Matthías drekkur. Það var svona hægt að koma. Þáttur 4. Maggi blandar saman límónaði, mjólk, vatn og appelsíni. Arnmundur drekkur. Þáttur 7. Maggi blandar saman ávaxtasafa, köku, kóki og malti og sinnepi. Maggi drekkur. Hann var nú líka drekkur. Þáttur 10. Maggi blandar rækju, salti, rjóma, tómöndum, tómatsósu og söfnibát. Allir drekkur. Maggi blandar saman banana, smurost, skeri, jarðarberja, jógúrti og Pepsi. Úlfur drekkur. Þetta er það skásta sem ég fæ. Áskorun. Allir drekkur 10 bjór. Maggi á að halda ræðu á Alþingi á helíumi. Arnmundur á að fara í bóla, kaffi, olíu. Það er bara hægt. Matthías á að fara nakinn á hestbak. Úlfur á að fara í bleiu í 1 dag. Kristófer á að fara nakinn í lyftu. Úlfur og Maggi á að vera saman í bað. Maggi á að fara bóla, kaffi í Reykjavíkurtjörn. Arnmundur á að borða eins margar rjómabollur og hann getur. Maggi, Úlfur og Atli eiga að vera saman í nærbuxum. Atli og Kristófer eiga að faðmast naknir. Úlfur að vera svín í búri. Maggi á að vera nakinn ofur á bíl. Arnmundur á að vera hangandi á húsi og hvolfi. Atli ætlar að vera hangandi á ljósastein. Úlfur að purra rassin. Úlfur að purra rassin á Magga. Maggi á að hlaupa nakinn við. Er þetta hugmyndin til að smakka? Já. Það verður að skora þess að hluti á þessi. Kristófer á að klifra upp á þak. Matthías á að fara að skíta á tjörn. Maggi og Úlfur eiga að fara saman í sturtu. Hvað er með Magga og að vilja alltaf vera með mér í svona kynferðislegu ástandi? Vinahópagrín. Allir halda boð handa Magga og það er bara kjöt í boðinu. Allir halda boð handa Matta og það er bara brenndur matur. Maggi skutlar Úlfi í Árbæinn og þegar hann ætlaði í Laugardal. Það er hræðin. Og hann ætlaði í Laugardal. Atli skutlar Kristóferi til Ísafjarðar þegar hann ætlaði á Egilsstaði. Myndi hann ekki fatta það? Strætó fyrir allt aðra leið til að koma Arnmundi á óvart. Svo var þetta bara eitthvað óvissu ferð með... Falin mynd. Atli leikur leigubílstjóra og skutlar á alla aðra staði. Já, það er það svolítið. Atli og Úlfur sviðsetja innbrot í búð. Maggi vinnur í búð og borðar mat með viðskiptavinnuna. Arnmundur á smakkbás og er búið að sleikja og bíta í snakkið. Oj bara. Maggi og Úlfur, Maggi og Úlfur eru bakarar. Gefa vitlaus bakkelsi og bíta í bakkelsið. Arnmundur og Atli leika pítsusendla og farar með pítsunar á vitlausa staði. Matthías og vitlausa sósur og borga á McDonald's. McDonald's er ekki á fucking Íslandi. Hann er alltaf að meina Metro. Atli og Matthías kasta vatnsblöðrum í ókunna. Matthías leikur túrista og spyr kennileiti. Úlfur og Kristófer leika blaðbera og bera gömul blöð. Það er svolítið snett.
Úlfur leikur bréfbera og opnar bréfin. Matthías og Kristófer leika þjóna og fara með réttir á röng borð. Maggi leikur á stöðumælavörð og rukkar fólk sem á ekki að rukka. Kristófer leikur þingmann og les lélega ræðu. Áhættu. Matti á að hoppa í parti af vatnshólnum. Matti á að labba yfir girðingar. Matti á að sökkva í sjóinn. Matti á að fá paintball á beran líkama. Matti á að fá rafmagn í líkama. Matti á að gera backflip á snjóbretti. Ógeð Snorri. Snorri á að drekka piss og sykursýru. Snorri á að setja hundaskít í munninn. Snorri á að sleikja tippið. Kredits umsjón Matthías Atlason, Arnmundur Sighvatsson, Kristófer Jökull Jóhannesson, Atli Hjálmar Björnsson og Úlfur Maríu. Hérna er lógóið. 80 mínútur með tígristík. Já, þetta var allavega 80 mínútur. Af ykkur vitleysu. Af ykkur vitleysu. Og það er bara gott að þetta fór ekki lengra. En, eigum við að fara aftur inn í stofu? Herðu, jú, það er eitt annar sem ég kannski svolítið að lesa. Ok. En þetta var eitthvað fjölþmynd. Hérna ekki það. Já, það var þarna. Já. Nei. Eittu einu. Þetta er eitthvað lag. Þetta er eitthvað lag. Já. Átti þetta að vera lag? Þetta var svona, það var eitt sem var eitthvað svona, ég veit ekki, B. Já. En þetta voru viðtöl við okkur að spyrja út í hluti. Já, ok. Arnmundur er leikstjóri þáttanna. Hann skrifa líka handritið og leikur líka. Ég á jólunum 2018. Hestamaðurinn Arnmundur. Eftir frábært jafntefli á HM í Rússlandi 2018. Ísland, Argentína. HM er komin við. Nafn, Arnmundur Sigurðsson. Kallaður ekki neitt. Hæð, hef ekki hugmynd. Þyngd, 30-40 kíló. Ofnæmi, nei, en ég vildi að ég hefði ofnæmi fyrir bönunum. Uppáhaldsleikari til dæmis Karl Ágúst Úlfsson og hans spaugstofumenn. Frábæri leikarar og grínistar. Áttu strák sem heitir Hlynur? Nei, auðvitað ekki. Uppáhaldsmatur? Ég er alltaf í vandræðum með matarspurningar, en er mikið fyrir súpu. Áttu erfitt með svefn? Já, mitt helsta vandamál tekur svona 20-40 mínútur að sofna. Áttu kærustu? Nei. Ertu nærsýn? Já. Ertu með eitthvað líti? Nei. Er eitthvað tilgangur með þessu lífi? Já, að byggja upp menningarkerfi fyrir næstu veru sem munu búa hér. Safnast oft kusk í naglanum maður. Tek ekki oft eftir því, en ekki oft, stundum. Horfið þú mikið á sjónvarpið? Ég horfi ekki mikið á sjónvarpið, ég horfi næstum allt á tölvu. Það er út af því að ég er nærsýn. Hvert er draumastarfið? Leikstjóri og leikari. Svo langar mér svolítið að vera organisti þegar ég er svona 20 ára. Þegar ég var 60 ára langar mér svolítið að vera alþingismaður. Þegar ég var lítill vildi ég vera bóndi. Langar það svolítið í dag. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Já. Matthías. Matthías er grínisti númer 2 eftir Úlfi. Hann ætlar að verða arkitekt. Nafn, ég heiti Matthías Atlason. Hæð, ég veit ekki alveg. Þyngd, það veit ég ekki heldur. Ofnæmi, ég er ekki með ofnæmi fyrir neinu en ég var með laktósaróþol. Uppáhaldsleikari á Íslandi er Sigurjón Kjartansson en annars segi ég Macaulay Culkin. Hver er aftur Macaulay Culkin? Home Alone krakkið þarna. Já, er það hann? Já. Vá. Og síðan Áttu strák sem heitir Hlynur. Já, ekki strák sem heitir Hlynur en ég þekki strák sem heitir Hlynur. Uppáhaldsmatur, snitsel. Áttu erfitt með svefn? Já, dálítið, ekki rosalega en dálítið. Áttu kærustu? Nei. Ertu nærsýn? Nei. Ertu með eitthvað líti? Já, ég er með ör fyrir ofan vöruna. Er eitthvað tilgangur með þessu lífi? Já. Safnast oft kusk í naflanum? Nei.
Horfir þú mikið á sjónvarpið, aðallega fréttir? Hvert draumastarfið? Arkitekt. Langar að eignast börn og hvað mörg? Langar mig að eignast börn, kannski. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum. Úlfur Magnússon. Úlfur grínisti númer 1. Yeah! Góður teiknari og grínisti. En hver maðurinn á baku tjöldin? Ég heiti Úlfur. Ég veit það ekki. Þyngd. Ég man það ekki. Ofnæmi, já, fyrir hundum. Uppáhaldsleikari, það eru margir. Áttu strák sem heitir Hlynur? Nei. Uppáhaldsmatur, ég veit það ekki. Áttu erfitt með svefn? Nei. Jú, já, erfitt með svefn. Áttu kærustu? Nei. Ertu næsýnn? Já. Ertu með eitthvað lítið? Ég veit það ekki. Ég vissi ekki hvað það þýddi þá. Er eitthvað tilgangur með þessu lífi? Maður veit aldrei. Safnast af kusk í nafnlaður? Nei. Horfir þú mikið á sjónvarpið? Já. Hvert draumastarfið? Kartúnisti, leikari, rithöfundur, grínisti, leikstjóri og tölvuleikjaframleiðandi. Langar þig að eignast börn og hvað mörg? Ég veit það ekki. Eitthvað sem hún vill segja að lokum, fokk ykkur. Aðalsteinn, síðu hvað svo gefur ég alveg gett mært. Ekki allt í einu. Það gefur stundum og stundum ekki. Þannig svona balgið gulli og svona aðeins og tífis. Við langar samt að sjá Magga. Er ekki Maggi? Jú, hann er hérna. Er hann hérna? Já, ég á líka eitthvað við fyrir hann. Er það þetta? Já. Já, Magnús. Já, Magnús. Maggi sem öskudag 2019. Maggi nokkra mánaða. Vá. Vá. En lastu? Magnús er þáttastjórnandi og alþingisgagl og fréttasíni, ekki lengur. Magnús Sigurður Jónasson, hæð rúmlega 1,50, þyngd og þungur, ofnæmi engin, uppáhaldsleikari engin sérstakur, áttu strák sem heitir Hlynur? Nei. Uppáhaldsmatur? Pasta. Áttu erfitt með svefn? Stundum. Áttu kærustu? Hvað heldurðu? Nei. Ertu nærsýnn? Nei, ég er ekki nærsýnn. Ertu með eitthvað lítið? Held ekki. Er eitthvað tilgangur með þessu lífi? Tilgangur lífsins er að finna tilgang lífsins. Safnast oft kusk í nafnlaður? Nei, held ekki. Horfum mikið að sjónvarpið svolítið. Hvert draumastarfið? Fréttamaður og RÚV. Úrelt. Langar þig að eignast börn? Hvað mörg? 0. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei. Já, þetta var Jóni Íslandsvík, handritið. Jóni, stríð. Færðu í öglu garðengi, Færðu á öllu garðagerðin, vegagerðin, Færðu á öllu landinu, vegagerðin, Já, herðu, þetta er gaman. Já. Þetta er sundlaugin í Ísey. Þið því miður sjáu það ekki. Nei. En þetta er sundlaugin í Ísey. Já. Árið 2012. Sem Magnús. Já. En eigum við ekki að færa okkur aftur í stofuna? Jú, þetta var. Yfir í stofuna. Og langar að afsaka, kannski fannst ykkur svolítið leiðileg upptalning. Kannski bara þetta hundleiðilegt mörg. Þannig já, þá bara spólið hingað. En við erum komin aftur. Já, þeir þurfið ekki að leiðast meira. Ef ykkur fannst þetta rosalega leiðilegt, þá erum við... Það var ekkert leiðilegt, sko. Nei, kannski fannst þetta. Jú, við getum alveg gert það. Það er ekkert mál. Það er ennþá hérna PlayStationið. Astros Playroom er í gangi, ég var búinn að segja þér það. Tölvuleikur sem gengur upp á það að safna leikjartölvum. Þetta er í alvörunni mjög skemmtilegur leikur, sko. Já, það er Það er að segja. Já, það er... Mikið að gera. Já, það er til dæmis Magnús Sigurður Jónsson. Hann elskar hann leik líka, greinlega. Ég elska bara þessi leikur. En ef við erum eitthvað að gefa podcast. Kannski. Hvað, ertu búin að enda podcastið? Nei. Ég er að halda áfram. Ef að við munum eftir að gera þetta podcastið, heldur að eitthvað með hlusta? Kannski bara vinir okkar. Ég veit ekki hvort að Maggi og Matta þeir myndi nenna því. En þetta er svona okkar svar við kannski fánapodcastinu. Maggi og Matti, bara áður en við gerum Karlakon. Þegar þeir að gera podcast sem er eitthvað fánapodcast. Þegar við ætlum að gera það. Já, fánapodcast. Og síðan ættum við. Þetta er svona okkar svarið því. Hún er vista með okkar einu. Þeir voru einu með þinni eitthvað. Hún er vinur.
Já. En já, þú varst að segja mér að þú byrjar að horfa á The Office eða ekki? Já, ég búin að... Ætlarðu bara að horfa á alla þættina? Já. Já. Sko, það sem ég er komin að einmitt núna parturinn þar sem Jim núna hættur í gamla starfinu sínu. Já, þú veit alveg byrjar á seríu 3 Já, eiginlega svo. Já. Þetta hlýtur að fara að vera að byrja á seríu 3, það ekki? Jú. En ég hef heyrt að þú veist alla þættina af The Office. Já, ég horfði á það alla. Já. Byrjaði í janúar. Hver finnst þér vera vandræðalegasti þátturinn? Örugglega Dinner Party úr seríu 4. Dinner Party? Já, hann stórkostlegur. Algjörlega En líka einn uppáhaldsþáttur mér, hann var í seríu 2, þú alltaf séð hann, hann vaknaði Michael með grillið hann. Með grillið? Brendi fótinn svona grillið. Já. Hann var mjög fyndinn þetta. Hann var mjög fyndinn, sko. Hann léti svo að hann væri algjörlega þakkláttur, sko. Já, sem hann Já. En hver uppáhaldskarakterinn þinn í The Office? Sko, ég held að sé bara Michael. Minn líka, sko. Næst eitthvað sem Andy, hann byrjaði í seríu 3, þú veist kannski ekki hver hann Nei. Hann líka algjör vitleysingur. Er hann þessi sem sagði eitthvað svona Who put my phone in jello or I'll swear to God? Mér fannst eitthvað svona, ég var eitthvað svona þegar ég frétti af honum. Ég var eitthvað svona, ég er ekki að fara líka við hann að gæja. Sko. Hann í alveg frekar fyndinn, hann var svona skemmtilegur. Já, en ég er búinn að sjá hann, þannig að þegar ég fór einu sinni í Stöð 2 fjölskylda, þá var það svona þannig að hann var stjórinn. Já, hann var stjórinn eftir að Michael hætti. En ég hef heyrt að Michael hætti bara í einni seríu. Nei, þú veist, Michael var stjóri í seríu 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og 7. Hann hætti í endanum á 7. Síðan var Andy í númer 8 og 9 og síðan, ok, það allir að hætta út af Michael hætti með þættin. Já. Hann var í síðustu 2. Og var serían eitthvað betri eða verri? Hún var verri. Margir hættu líka að horfa bara eftir seríu 7, en ég hélt samt áfram. Hví að halda áfram samt? Hún var bara, þetta svona allir lægir. Nei, ég er að meina svona, ég er ekki að tala hví að halda áfram að horfa, bara svona hví að halda áfram að gera. Svona. Já, það var bara... Það spurningin, sko. Bara vildi ekki hætta það. Ég meina það vill enginn hætti út áhverjunu. Spöggstón, þau hætti ekki eftir að Randur hætti. Nei. The Office hætti ekki eftir að Michael hætti. Nei. En þau gerir svona... Fóstbræður hættu ekki eftir að Hilmisnar hætti. Já. En ein spurning. Vistu nokkuð eitthvað sérstaklega hver gerði Office þættina? Já, það sami gæi búið til Parks and Recreations. Parks and Recreations. Já, sko, ég horfði á fyrsta þáttinn. Já, ég reyndar ekki ennþá að sjá Parks and Recreations. Hann var frekar fyndinn í alvörunni. Já. Það var því skemmtilegur. Já, ég var eftir að sjá það, veit ég. En hefur hann gert eitthvað annað? En það tveir? Sko, ég held ekki. Heldur ekki? Nei, en það er svona svipaður hópur sem bjó líka til 30 Rock þættina. 30 Rock? 30 Rock, þetta svona setjum eftir á NBC. Ok. Sem voru 17 tíma The Office og þetta svona fólk sem vinnur á sjónvarpsstöð, á fréttastofu. Já, þannig að það er bara svona þannig. Já, og líka Community þættirnir. Já. Við skoðum hvað þeir eru. Sko, Arnaldur, hefur þú séð myndina Evan Almighty? Með Michael. Já, ég hef séð hana, já. Hefur séð hana? Já, ég sá hana. Sko, er hún góð? Ég horfði á hana kannski þegar ég var svona 9-10 ára og mér fannst hún bara ágæt. Hver er ein besta mynd sem þú hefur séð með Michael? Hvað sem hann hét fyrir hana? Steve Carell. Steve Carell? Ég hef ekki séð mjög marga myndir með hana. En þess að ein besta mynd sem ég hef séð er... Ég hef ekki séð... 40 Year Old Virgin. Já, ég er ekki alltaf búin að sjá hana, sko. Hún er frábær. Hún er bara á Netflix. Já. Algjörlega frábær. Elskar hana. Mwah. Ég er náttúrulega svolítið núna hættur að horfa á Netflix þess að ég uppgötvaði að Disney Plus hefur svona mikið góða dóti. Já, Disney Plus. Ég er ekkert sérstaklega á móti Disney Plus. Nei. Ég er bara á móti því hvað það er svona núna svo ógeðslega vinsælt núna. Já.
Sko, já, ég skil. Sko, ég hataði fyrstilega Disney Plus því það var eiginlega bara allt sem ég finnst leiðilegt svona, ekki leiðilegt kannski, allt sem ég finnst ekki rosa sérstakt saman eina. Þarna var Marvel og mér finnst svona teikni Disney og Pixar myndir mér finnst það ekki mjög skemmtilegar. Já. Og líka svona Marvel mér finnst það aldrei ekki mjög skemmtilegt og það er ekki svona Star Wars og National Geographic. Þetta samt vegna þess að Disney bara, þeir kaupa bara allt þetta sko. Og síðan þá það bara sorglegt. Og síðan þá kom eitthvað sem heit Star og þá var náttúrulega komið eitthvað Family Guy, American Dad og það var líka komið, þú veist, New Girl og How I Met Your Mother sem ég núna horfa og Scrubs og MASH þættirnir. Já. Og núna var að koma Hot Shots, veistu hvað myndir það eru? Ég kannast ógeðslega mikið það er alltaf sömu gæðirnir og Naked Gun. Já, Hot Shot. Já, það var að gera 2 svona myndir, það er komið út og ég ætla bara að horfa þær aftur, það er á plani. En þarna... Þetta er bara frábært þreymir, það er eina mínu uppbúrið í dag. Ég hef heyrt af pabba mínum að svona, þetta var ekki gert svona þegar gaurarnir sem gerðu okkur þessar myndir, þarna... Naked Gun og þannig þeir voru allir saman í þessu þegar þið gerðu þarna við erum að taka upp þegar þið gerðu þarna Hot Shot þá voru þeir ekki svona saman að gera það þeir voru ekki að vinna saman. Já, það var þeir eru alltaf svona 4 í þessu það er Jim Abrahams, Jerry Zucker David Zucker og Pat Proft. Þarna var bara Jim Abrahams og Pat Proft. Já. Þegar Jim Abrahams, þarna var að gera Naked Gun 2 og 3. Jim sagði hvað þarna nenni ég ekki að vera með þessu Naked Gun. Þið megið bara klára þetta. Hann og Pat Proft gera eitthvað nýtt sem heit Hot Shot. Hinn hætti ekki að vera með því. Og ég raunin eftir þess að þú hættið bara að vinna saman eiginlega. Já. Gerðu Hot Shot 1-2, Naked Gun 2-3, síðan bara verðum hættir. En þarna, ég hef heyrt líka að Hot Shot, það var líka þarna bara svona, það var verið svona, það var aðalega verið að gera grín af bara svona frægum kvikmyndum. Jú, það er náttúrulega líka, allar þau myndir sem gera eitthvað sem að parodíur. Já, en svona það var bara verið að gera grín af alls sko. Já, þetta var aðalega grín af núna skammast mín, ég er rosalega mikið fyrir að ekki muna hvað þessi mynd heitir. Þú veist Tom Cruise af hverju man ég hvað hún heitir? Ekki Mission Impossible heldur hermyndir svona. Jú, þetta er rosalega, þetta er þetta frægasta myndi með henni. Ég er að reyna að muna eftir ykkur Tom Cruise mynd, sko. Þetta er mynd, oh my god, af hverju man ég ekki. Ég bara sé Jerry... Já, Jerry Maguire. Já, Jerry Maguire. Já, hvað heitir hún? Þú verður bara að searcha það. Já, Við bíðum. Já, þú 1000% heyrt að fyrir mynd. Já, en... heldur að ég hafi nokkuð séð þessa mynd, finnst þér það líklegt? Þú veistur alveg mjög mikið hana, en þú veist, ég held að þú kannski ekki mynd séð hana. Þannig að ég veit ógeðslega mikið hana? Já, Top Gun. Top Gun? Já, þú veist hvað með Top Gun er? Nei, reyndar ekki. Þetta er bara eina fyrir það sem ég sá hana, sko ég sé hana. Ég sé þetta mynd, Top Gun. Ég kannast ekkert við hana, sko. Þetta er bara eitthvað frægasta myndi með heimi, sko. Wow. Og þetta er aðalega parodía henni. Sko, hún var á Netflix og ég breytti þetta æðisleg mynd. Það var þeim tíma sem ég var að horfa allar það perlur, eitthvað Titanic og fullt af eitthvað þannig. Já. Og þá horfði ég á hana. Mér fannst hún ekki það sérstök. Ertu ennþá pirraður að Friends er farið þarna úr Netflix? Nei, það er komið HBO Max. Já. HBO Max er alveg svolítið mikið betur en Netflix og það er að fara að koma til Íslands eftir nokkra mánuði. Já. Ég er bara spenntur, allir að fá það, held ég. Er Hulu að fara að koma? Nei, þú veist Disney Plus, eða Star, sko Hulu, þið sögðu hvað, Hulu er bara í Bandaríkjunum.
Þannig að þau ákveðu bara að búa til nýja streymisveitur sem Disney+. Þannig allt sem Star bara allt sem á Hulu. Já. Þannig Hulu tæknilega fyrir með Disney+. Þannig að þetta segja mér að þarna The Animaniacs á Disney+. Ég veit þú veist hvað það gæti verið, já. Þú veist að það var gert reboot af þarna frægu teiknimyndanum þættinum þarna Animaniacs. Já. Ef þú veist hvað það En já, þarna Top Gun myndin, mér var svona ekki svo sérstök. En núna að gera nummer 2, hún að frumsýnd í ár. Og ég ekki spenntur. Ég held að hún alveg hræðileg. Arnhildur, hvað myndið þú gera samt ef að það myndi koma þarna endurgerð af Police Academy? Það var einhver hugmynd að gera það. En hún væri bara svo eitthvað nútímanleg og eitthvað. Já, hún væri ekki reyna að vera relevant, eitthvað svona lögreglustjórinn að flossa og eitthvað svona. Já, Fortnite. Sem reyna að vera eitthvað, reyna að gera hana svona í nútíma aðstæðan, það væri svona... Þeir fara að læra frá internetinu, eitthvað svona... Já, það var eitthvað svona lippið kvíja moment og það var eitthvað með mikið kvenréttindi og Me Too og eitthvað. Og allir leikarnir eru bara eitthvað svona eldgamlir, eitthvað svona við erum komin aftur eitthvað, við veitum ekki hvað relevant sér. En þú veist, eitt ástæðan fyrir ég elska Police Academy myndina bara hvað þetta er mikið vitleysa. Það þú veist, bara leggur í einhverjum bíl og bara hoppa út í sjóinn og bara eitthvað sem ég elska, bara hvernig það fyndið hvað þetta er úrslega mikið vitleysa. En finnst þér síðasta myndin vera vitleysa? Já, hún er líka vitleysa. Hvaða Police Academy mynd finnst þér vera mesta vitleysan? Þú veist, örugglega þessi síðast, þeir náttúrulega alla vitleysa, þessi síðasta, hún algjört kjaftaði, sko. Bara á vondan hátt? Nei, þú veist, kjaftaði getur líka verið gott, en hún var bara aðeins mikið, hún var eiginlega mjög mikið vitleysa. Já. Jú, hún algjör steypa, sko. Já. En hún var samt alveg góð, sko. En náttúrulega hún var eiginlega svona verst af þessum öllum því að hún var svolítið skrítin. Arnhildur, þú ennþá sammála af því að, eða svona, ertu ennþá vissum af því að finnst The Goonies vera mesta kvikmynd sem hefur verið gerð? Mér finnst þú því myndi vera versta, menn svona Grown Up 2 vera verri. Sko... Hún eiginlega versta sem ég sé, sko. Það? Já. Svona... Það var alveg skelfileg. Sko, Grown Ups 2 var líka talið vera vond mynd, sko. Nei, ég meina Grown Ups 1. Ég sé það báðum, ég finnst nummer 1 ekkert mjög vond endilega. Nei, svona, ég veit ekki hvað með fólk og vera alltaf á móti Happy Madison. Já, það bara hann er ekki vitlaus, hann kann ekki að búa til svona alvöru myndir eins og Forrest Gump. En bara það sem fólk þarf að lega, það þurfi ekkert allir að gera myndir eins og Forrest Gump. Pabbi sagði mér, sko, af hverju allir á móti Happy Madison myndunum. Já. Það vegna þess að þeir eru að gera alltaf svona kvikmyndir sem svona, þarna, eru svona, þeir eru svo ógeðslega gleymanlegar og ekkert sérstakar, það ekkert sérstakt við þessar myndir. Já. Það engin svona sérstakar gamanmyndir. Já. Þessi Hubie Halloween. Ég var ekki búin að sjá hana, ég var strax búin að sjá hún fékk lélega dóma. Já, ég reyndar ekki ennþá að sjá hana, sko. Svo líka bara út af því að Adam Sandler er alltaf í öllum þessum myndum. Já. Það er bara það, sko, að þeir líka þola ekki Adam Sandler lengur, svona karakterinn hans. Já. Þess að hann alltaf þessi fúli New Yorker. Já, það er svona. En sko líka myndin Click. Já, mér fannst hún vera frábær. Já, ég er sammála. Mér finnst hún vera rosa vanmetin. Mér fannst hún vera mjög góð. Hún sýnir til falleg saga og flott saga, fyndin og skemmtileg. Skil ekki hvað allir með það miklu fordóma fyrir henni. Það er út af því að, þú veist, Adam Sandler. Og náttúrulega, lang uppáhaldsmyndi mín er náttúrulega Billy Madison, sem þú eru ekki séð, skriftum ástöðum, sem þú verður að gera bara helst fyrir þetta ár, ég bara skora það að gera. Og allir að segja Happy Gilmore er betri og ég sá Happy Gilmore frekar nýlega, hún er góð, hún er bara ekki alveg góð í minninguna. Hún er bara ekki alveg góð í það. En þarna, Arnhildur, ég vil sjá hvort þú geti gert bara svona cirka topp 5 bestu Adam Sandler myndirnar.
Ég held að ég mætti að gefa topp en ég get nefnt eitthvað svona góður. Já. Ok, ég myndi segja fyrst Billy Madison. Happy Gilmore lendi samt alveg á þessum lista. Já. Og Click. Já, Click. Og svo myndi ég segja Don't Mess With The Sohan. Já, hún er frábær, sko. Ég er saman. Bara skemmtileg saga. Og mér fannst líka, ég veit ekki, þú Grown Up 1, hún er kannski ekki alveg þú besta myndin, en mér fannst hún bara ágætt, sko. Nei, mér fannst hún samt ekkert vera það sérstök, sko, þegar ég sá hún, mér fannst hún bara vera ágætlega fyndin og mér fannst hún ekkert vera svona rosalega svona síðan hann gerði þarna 2 myndir með Jennifer Aniston. Já, Murder Mystery. Já, síðan gerði hann eina aðra þarna Just Go With It. Mér fannst hún vera svolítið betur, sko. Já, hefur þú séð hana? Nei. Hún er frá 2011. Það er þannig að hann já. Þetta var svona fyrrverið, þetta var eitthvað svona. Ég verð samt eiginlega að telja eina ógeðslega góða Adam Sandler mynd. Já. Big Daddy. Hún er ógeðslega góð. Já, hún er frek, hún minnst svona ekki alveg svo besta en hún er alveg frek góð. Ég fannst hún vera frábær, sko, bara hvernig hún hafði í alvörinni góða sögu og meðan hún var bara algjör gamanmynd, sko. Já. Þetta var frábær, sko. Já. Bara frábær mynd. Já. En hvað með Will Ferrell? Já, hann er líka flottur. Hvað hét aftur hérna myndin frá 2010 hún var mjög góð þarna. Með Adam Sandler? Nei, Will Ferrell. Will Ferrell. Það var ég er eitthvað blita. Step Brothers. Já, hún var líka góð, hún var 2008. Það er uppáhaldsmyndin hans Sola Holmes, sko. Já. Step Brothers. Vissu hvernig ég vissi það? Já, The Guys eitthvað. Já, The Other Guys. Já, The Other Guys, hún er frábær. Já, hún er frábær, sko. Hún er frábær. Já. Þarna eina bestu Will Ferrell myndum sem ég hef séð alltaf. Ég man samt ekki alveg hver var fyrsta Will Ferrell myndin sem ég sá, sko. Nei. Ég held að fyrsta Will Ferrell myndin sem ég sá var Lego Movie. Já. Hann var vondigæinn, sko. Já. Þarna, ég held að það sé ekki bara það, sko. Já, það var líka svona fyrsta myndi sem ég þekkti hann svona. Já, þetta er hann leikarinn hann. Já, hefur þú séð samt myndina ekki Land Before Time, þarna, það var eitthvað svipað á Land Before Time, það fjallar allavega vísindamann sem Will Ferrell leikur og þarna, hann er alltaf að fara, hann trúði alltaf að það væri svona annar vítarheimur. Já. Og þarna, hann fer þangað með einhverju annarri konu eitthvað og þarna, þekkir það ekki? Kannast ekki alveg við það. Ertu að skoða svona alls konar Will Ferrell myndir eða? Já. Veistu hvað það eru? Já, hann gerði alltaf svo marga myndir. Nei. En Eurovision myndin, hún er svolítið svona Mér finnst hún vera ofmetin. Já, samanlega því. Hún er hún var sýnd. Hún var sýnd þarna í miðri Eurovision, sko. Hún var sýnd svona á cirka þeim tíma. Svo nokkrum vikum svona einum mánuði síðan eða eitthvað svona. Og sína þeir hana aftur. Já, hún er alveg góð en bara alls ekki svo besta sem hann hefur gert. Nei, þarna, hefur þú séð myndina Game Night? Nei, ég hef ekki séð hana. Ég hef ekki séð myndi, er hún ekki svona frekar ný eitthvað? Hún er frá 2018. Já, ég er ekki alveg svona í þeim. Ekki alveg? Nei, ég sé ekki Þetta... Ég hef heyrt því að Mattías var að tala hana, hún var eitthvað frábær. Já, hún er í alveg mjög góð, sko. Já, var hún á Netflix eða? Hún var bara í sjónvarpinu, sko. Já. Og ég og mamma horfðum á hana og hún var bara fyndin, sko. Já. Fyndin og skemmtileg. Hún hafði þarna leikarann úr Identity Thief, þarna... Já. Gæjan, ég veit ekki hvað hann heitir. Nei. Þarna... Hvað var hann aftur svona frægastur fyrir? Ég man það ekki. Já. En allavega, hver aftur
Ég man þegar við vorum í þarna Kringluferðinni, Arnmundur. Já. Og þið voru að tala þarna einn gamanleikara sem ykkur þótti ógeðslega skemmtilegur fyndið hann. Bill Murray. Bill Murray. Hver var það aftur? Hver Bill Murray? Nei, ég man það ekki. Já, ok, ég skal bara googla. Ég kann að sinna þess að sinna það. Bill Murray, hann algjör mestari, sko. Já. Hlýtur að vera, sko, ég kannast eitthvað við það. Þessi gæi. Já, bara úr Ghostbusters. Já. Þið sögðu að hann væri fyndnasti maðurinn. Já, hann rosalega fyndinn. Og hann gerði mynd sem heit The Man From New to Little. Hún á Prime Video, það það mynd. Já. Hún rosalega fyndin. Já, mér langaði að horfa á hana, sko. Horfðu bara á hana, hún á Prime Video. Þetta bara mér fyndnasti myndin sem ég séð, sko. Hún rosalega fyndin. Já. Og hann gerir náttúrulega líka Caddyshack, þannig að frábæra mynd líka. En hefur hann fengið einhverja ógeðslega, hann þekktur fyrir lélega dóma hjá myndunum sinni? Ekkert endilega, held ég. Já, náttúrulega Caddyshack, hún líka frábær. Já. Hún æðisleg. Ég veit ekki alveg á hvað. Hún var á Netflix, kannski hún aftur á Netflix, en ég á hana á DFT, þannig ég get bara hort á hana hvernig sem ég vil, sko. Þú átt hana, já. Já, og þetta með hana gæjanum úr National Lampoon's Christmas Vacation. Já, TVT's. Og The Vacation. TVT. Svo sá ég líka einu sinni á Netflix að það var einhver mynd með honum. Og það var eitthvað hann á Elliheimili með einhverjum vinum sínum. Og það hét The Last Laugh. Veistu nokkuð hvað það er? Nei, ég veit eitthvað Netflix original eitthvað. Jú, örugglega. Jú, ég. Hver er þetta á Prime Video myndið þín? Ég ætla bara The Man From New to Little. Ég fylgir Er hún á Prime Video? Já. Ég ætla hún á Netflix. Nei, hún á Prime Video. En já, líka eitt af svona talandi mjög fyndna myndir, þarna Little Miss Sunshine, hefur séð hana? Nei. Hún rosalega fyndin. Hún var á Stöð 2 Plus hún sem farin, já, hún núna Disney Plus. Já. Það endilega að kíkja hana, sko. En þarna, Arnmundur, hvað svona, núna ætlum ég að nefna lönd, svona lönd. Það sé hérna mynd. Lönd sem hefur kannski svona leikara sem þú þekkir. Já. Og ég ætla að spyrja þig, hver er uppáhaldsleikarinn þinn úr því landi? Já. Og við byrjum bara á einhverju réttu, við byrjum bara á Bandaríkjunum, eða Ameríku. Já, þetta er náttúrulega rosa erfitt, en... Það er ekki landreyndar, en það er heimsálfa. Já, en sko, ég var að segja eitt með Bill Murray. Ég hef hitt Bill Murray. Þú hefur hitt Bill Murray? Já, ég var... Ekki mynd með honum? Nei, ég fyrir því ekki. En ég var á Keflavíkurflugvelli og ég var að fara til Spánar, þetta var sumarið 2018. Já. Bill Murray, hann sagði þetta á hliðina á mér. Hann var eitthvað með upplýsing á Íslandi, en hann fær aftur heim. Hann var hérna bara á Keflavíkurflugvelli, bara... Hann svona að reyna að fela andlitið sitt, hann myndi sem ekki vera frægur. Já. Hann svona... Var hann bara á hliðina, það var enginn eitthvað öryggisvörður hjá honum, það var bara frábært að fá að sjá hann bara með berum á, sko. Já. En já, það ég segir þetta þá bara Bill Murray, þó hann fyrir ekki uppáhalds hann. En, ok, en hvað með Ísland? Ísland? Já. Það er, þú veist, uppáhaldsleikari bara. Já, uppáhaldsleikari. Já, þú veist, örugglega... bara ég ætla að segja Karl Stúfsson. Karl Stúfsson, ok. En hvað með England? England. Er það ekki Rowan Atkinson? Ég er svona vaxin upp úr honum, sko. Það? Já, mér finnst það bara að vera algjör legend. Sko, allir hann sagði daginn, hann sagði að Mr. Bean voru svolítið ofmetin og þú fattaði fyrst. Það er alveg eitthvað til í því. Jú, hann er... Það sé Mr. Bean sem sjálfur, en ég ætla að sjá hérna Johnny English 3, hún er komin á Netflix. Já, hún er komin á Netflix. Og ég horfði á hann aftur og ég finnst það bara mjög fyndin. Þannig, jú, já, hann er... Jú, ég segir alltaf bara Rowan Atkinson, sko. Sko, ég veit ekki af hverju. En þarna... Hvað var það aftur? Hvað ætlaði ég að segja? Já, ég veit ekki af hverju, en þegar ég horfði aftur á Johnny English 3 á Netflix, þegar ég horfði á þarna virtual reality sinna,
þá hló ég miklu meira af þeirri senu heldur en ég gerði í bíó. Það var ógeðslega skrítið, sko. Ég vissi ekkert af hverju. Það var bara út af því að Maggi var alltaf að trufla mig svona hvernig þetta var svo fyndið. Magga fannst þetta að vera sprinklægir. Men ég sem virtual reality. Það er eitt, þannig að vondi kallinn í þeirra mynd, hann var gaurið The Office, sko. Hann var enda bara í síðustu seríunni. Pete úr The Office. Ég veit ekki. Ef þú byrjar á seríu 9, eitthvað sem þá þetta nýji starfsmaðurinn Pete. Og þetta og þetta nú John Lennon 3. Þetta hugsa það. En þarna, hvað ætlaði þessu eftir að segja? Almendur. Sko, það eru þessir, þú veist alveg eins og hvernig Tvíhöfði hefur sína teiknimyndaþætti. Og sko, hefurðu hlustað á podcastið The Ricky Gervais Show? Nei. Það er ógeðslega fyndið og það eru til teiknimyndaþættir sem eru byggðir af þarna The Ricky Gervais Show. Þú ættir að prófa að horfa á. Bara eins og Tvíhöfði. Bara eins og Tvíhöfði, sko. Það hefur flokkað til dæmis. Ok, þannig að það hefur þarna Ricky Gervais, og vini hans. Ykkur Steven, og svo aðalega, þetta podcast aðalega að gera grín af gæjanum Carl Pilkington, ef þú veist hver hann er. Já, mér ráma nú í nafnið. Hann er mjög þekktur fyrir að hafa mjög kringlóttan haus, skögglóttur. Veitir alltaf hver hann er. Og þarna, og þeir hafa flokka eins og þarna Carl's Diary sem mjög fyndið. Og svo hafa þeir líka Monkey News alltaf í endanum. Þetta er mjög skemmtilegt stöð, sko. Ég var svona að hugsa með Tvíhöfði alltaf animation-þættina. Veistu af hverju þið setjast bara niður? Því að Tvíhöfði út af þeim, þeir eru ekki dónalegir. Það er bara, ok, setjast niður, gerum ógeðslega dónalega teiknimyndaseríu. Það er svona ráðgáta, finnst mér. Af hverju þau ákveðu bara að byrja að vera rosalega dónalegir. Mér finnst í alvörunni Tvíhöfði teiknimyndaþættirnir vera miklu minna fyndnir af þeim podcasti sjálft. Já, það var eitthvað, ég hef ekki séð á hann. Býtu, er ekki þættirnir byggðir af podcastþáttunum? Jú, þetta er náttúrulega frá 2004, þetta er gamalt. En jú, þarna voru þetta bara útvarpsþættir. En jú, þetta var alltaf að vera byggt á því. Já. Sko, bara rosa dónalegur. En bara svona, þetta er svona verið bara að taka upp svona úr þáttunum og svo gera teiknimynd svona. Nei, þetta var bara frumsamið efni, sko. Allana, mér finnst það vera mjög flott hjá Hugleiki Dagsinni að hafa gert þetta allt sjálfur, sko. Já, þú veist, ég hef bara heyrt Sigurjón, hann spurði bara, heyrðu, Hugleikur, þannig var hann ekkert frægur. Já, hæ, kannst þú ekki eitthvað að teikna? Jú, já. Hefðu þú áhugað í að teikna þarna Tvíhöfði teiknimyndaþættir? Og bara, já, hann var bara heima hjá sér, bara klippti einhverja 12-20 mínútur þætti. Það var bara eina sem hann hefði gert í nokkra mánuði, þetta var bara. Heyrðu, Arnmundur, rosalega mikið vinna flott. heldur þú samt að ég gæti verið í framtíðinni bara hired sem bara meðlimur þarna íslenskra Disney fyrirtækisins eða hvað sem þetta ætlaði að vera? Já, þarna Studio Sýrland. Nei, er það manna, sem býr, það. Já, bara búið til myndir. Já, það verður útláðlega högt. Það er bara... En ég meina, þú veist, þetta er bara draumur hjá þessu fólki, en náttúrulega, þú veist... Man sér samt þegar ég sendi þarna í vídeo eftir þarna einhver íslenskan gæja þarna þar sem það var einhver svona álfur í bara líta á smábarn, eitthvað svona... Já, það Blíðufinnur. Ég heiti Blíðufinnur. Já. Mér fannst þetta að vera svo ógeð... Þetta er Íslendingur! Já. Þetta er fucking Íslendingur! Já. En svona... Já, þarna, hver er aftur, finnst þér þarna Gunnar? Já, þannig að vera besti. Já, hann hefur teiknað allt þetta, sko, eiginlega, fyrir utan þetta Blíðufinnur. Gunnar hefur ekki bara gert þetta fyrir vísi, sko. Hann hefur gert bara fucking ljóta lirfan og jólavættina og... Já, hann er frábær. Mig langar ég alveg að taka í höndina á Gunnari, sko. Þú ert að gera góða hluti. Hann er ekki, sko... Hann er rosalega góður að teikna, en þú veist, hann mætti vera aðeins fyndnari. Hann er mjög fyndinn, en hann mætti vera aðeins fyndnari. Hann er svona alveg með sömu hugmynd að hvernig teikninga mig langar að gera í framtíðinni.
En ég svolítið þreyttur á Halldóri, Já, þetta bara, komið gott. Ég segi að hann ætti ekki að hætta á draumum sínum, nei. Hann ennþá að gera fyrir barnabækur og svona. Hann að gera skopmynd á mánudögum, þriðjudögum, fimmtudögum og föstudögum í Fréttablaðinu. Síðan Gunnar bara lögum. Já, en Gunnar ennþá. Ég finnst þetta kannski bara öfugt. Já. Náttúrulega Gunnar, hann vandar sig líka mikið meira ef hann bara vikulega. En náttúrulega Halldór, hann bara getur teiknað eitt og Eigum við ekki bara að gera eitt lið bara til gamans að þú fer bara á baggalút.is og þú lesir bara fréttir. Kannski bara ekki gafast, þetta bara annar liður í þessum þætti. Já. Þannig að Arnaldur, hann ætlar að lesa fyrir ykkur fake áhorfendur ef að það verða hlustendur af þessum þætti. Já. Og hann ætlar að lesa fréttir úr baggalútur.is sem sérstök brandarasíða eftir hljómsveitina Baggalútur. Já, hvað, á ég að lesa ykkur sérstöku frétt eða? Nei, reyndu bara að finna eitthvað. Já, þarna eitthvað. Ég að reyna að finna eitthvað svolítið fyndið kannski hérna. Allt hlýtur að vera fyndið, sko. Já, fyndið samt eitthvað sem alveg kannski eitthvað svolítið flókið eitthvað. Já, hérna. Já, ok. Hófsamur miðjahákarl gleypir fjölskyldu úr Efra-Breiðholti. Fjölskylda úr Efra-Breiðholti varð fyrir því ólánin úr síðdegis var að étin að sturlum hákarli þar sem þau voru að leita marflóum og plastafgöngum í soðið. Þetta ofsalega leiðilega sérstaklega ljóð þess að hákarlinn skilgreinist sem hófsama miðjuhákarl hefur því talað mikið um félagslegan jöfnuði, launajafnrétti og bættri heilbrigðisþjónustu undanfarið, segir talsmaður hákarlsins. Svo virðist sem eðli hákarlsins hafi einfaldlega borið greyið litla ofurliði þegar hann sá fjölskylduna paufast eftir fjörunni, en honum til varna virkar á hann algjörlega bjargarlaus og virtist í fljótu bragði ekki neitt hafa félagslegt bakland. En já, það hefur ekki komið ný frétt síðan 2018, 3 ár síðan. Ég held að þeir eru hættir aldrei. Ég held að pabbi sagði að þeir voru að halda áfram. Já, nýjasta fréttin hérna Já, hún frá desember 2020. Ok, já. En þeir eru að ennþá að gera. Já, en þið gera samt bara þrjá fréttir á ári. Þið gerðu einu svona nokkuð sem á dag, nema núna aðeins. Er ekki líka að gera svona litla stuttar fréttir svona? Jú. Hvað, á ég að lesa hvað annað eða? Já, prófaðu kannski að lesa eitthvað annað. Já, mér fannst þetta eitt svolítið fyndið þarna, sem var þarna ný flugfreyja Vá. Elísabet Alexandra María Georgsdóttir, fyrrum drottning, hefur hann flugfreyja hjá íslenska flugfélaginu Vá. Elísabet Beta eins og jafnan kullun þekkt fyrir ríka þjónustulund, brandi áhuga á ferðalögum og yfirbragða kímningu og þótt hún smellpassa í hlutverkið. Hún hefur ekki áhyggjur af því að takast á við nýtt hlutur, komin á tíræðisaldurinn. Nei, veistu, það hollt að skipta starfsvettvang öðru hverju. Annars bara staðnamaður, sjálf var ég svona dett í kulnun. Ég líka pínu stressuð út af Brexit kjaftaði öllu og vildi bara fá mér tryggari vinnu, sagði Elísabet að lokum áður en að renndi sér fótskruð eftir endilangri vélinni. Já. Það nú eitthvað. Já, kannski ein frétt viðbót. Já, ein frétt viðbót bara. Það nú ekki mjög margar hérna samt, því miður. Hvað heitir fréttin? Ég að leita hérna. Okay. Hérna. Geitungar hafa ekki efnaði að búa í miðborginni. Lítið hefur verið geitunga í miðborg Reykjavíkur í ár, en þeim mun meiri úthverfum borgarinnar. Skýringin einfaldlega sú að bú geitunguna hafi í auknum mæli verið keypt upp á fasteignafélögum og leigð út til erlendra ferðamanna, enda eftirspurn mikil. Talsmaður félags Íslanda hólu og trjágeitunga, HIT, segir ástandið alvarlegt, ekki bara hjá hans félagsþeppum, heldur einnig hjá býflugum, veggjatítlum og jafnvel miðbæjarrottum. Túristunum einfaldlega trúað því hverja glufu,
leigan skrúfuð upp og við hægt í Fokkings Árbæ eða þaðan að vera. Hann segir svo telja úrræði ríkisstjórnarinnar ráðstefnu séreignarsparnaðinn og húsnæðislán komi sér vel enda fari geitungar mjög ungir inn á vinnumarkað en komi sjaldan óskaddaðir á lífseyrisaldur. Sko, vegna þess að þarna Bragi Valdimar og Guðmundur Pálsson, þú veist hverju þeir eru? Já. Þeir náttúrulega eru bakkalútsmenn. Já. Þeir tveir og Ari Eldjárn, þeir gerðu Drekasvæði-þættina á Skaupi 2013. Ég verð að segja Drekasvæði aftur, sko. Já, það voru góð þættir. Þannig mér líður svona svolítið eins og Ari sé svona líki bakkalúti með þeim. Þeir eru svolítið flott, svona tríó. En núna langar mig að gera annars spyrja svona. Hver er uppáhalds hljómsveitin þín? Já, aftur. Já, það er svona, við ætlum bara Spaugstofa. Ok, en hvað finnst þér eiginlega Bakkalút? Bakkalút, það er bara góð hljómsveit. En Arnmundur, ertu ekki orðinn þreyttur á laginu þarna við förum inn í dal eitthvað? Við förum inn í dal, við búum saman öll góðri dag og við búum oft minningar. Hefur þið heyrt þetta lag? Nei. Vá! Hver syngur þetta? Ég veit það ekki, en allavega þetta er alltaf í útvarpinu, sko. Já, hvað stöð? Rás 2. Já, ok, já. Þetta er bara alltaf annað, sko. Mér finnst þetta óþolandi lag. Já, ég finnst ekki mikið á útvarpi í dag. Nú? Nei, ég er alveg bara að hlusta á podcast og svona. En þarna, sko, hvað er búið að vera að frétta hjá þarna Beint í bílinn? Beint í bílinn, þeir eru komin aftur úr sumarfríi. Ok, já. Já, það er gaman og þeir eru byrjaðir aftur og ég er bara að sprella og hafa allt gaman og svona. En þarna, núna ég steingleymdi að spyrja að þessari spurningu, sko. Hverjir eru 5 uppáhalds uppistandararnir þínir, Arnmundur? Uppistandarar? Já. Bara með þetta að vera erlendir og... Nei, bara Íslendingar. Já, í símanum getur ekki truflað. Við erum að taka upp. En það... Já. Fara þess út. Já, bara getur ekki truflað. Já, þú ert mjög mikið að trufla þetta podcast. En þarna, hver eru svona uppáhalds íslenskir uppistandarar? Íslenskir það. Ég er í rauninni ekki rosa margir sem eru með þetta. En ég segi Ari Eldjárn. Ari Eldjárn. Jón Gnarr. Já. Pétur Jóhann. Pétur Jóhann. Og, já, það er erfitt að gera með Íslandarana. Ég hef aldrei heyrt neitt uppistand með Pétur Jóhann, sko. Jú, hann er svona Pétur Jóhann óhæfur. Ég kannast eitthvað uppistand eftir Pétur Jóhann. Jú, hann hefur gert eitthvað 2 uppistand eða hvað? 2 uppistand? Steindi, hann hefur ekki gert neina uppistand. Þetta er ekki Sveppi Krull, ekki Uddi Blúða. Ekki Uddi Blúða? Ekki margir í Fúsbröðum. Nei. Enginn úr Spaugstofunni, svo ég viti. Jú, Siggi Sigurjóns, hann var með uppistand sem hét Afi. Jú, reyndar, Karl Ágúst og Örn, þeir eru með How to Become Icelandair in 60 Minutes. Já. Það er uppistand síning. Jú, Latti, ég segi Latti. Já, Latti líka. Latti maður. Siggi Sigurjóns, hefurðu heyrt uppistandið Afi? Eftir Sigga Sigurjóns. Ertu að tala bíómyndina Afi? Nei, það er bara uppistandið Afi. Já, ég kannast ekki við það. Það er ekki því miður með Erni Árnasyni. Nei. En það er Sigga Sigurjóns og hann er bara einhver afi sem hefur lent í bara alls konar vandræðum. Hvar er þetta? Hvar er þetta? Þetta, ég man það ekki, þetta var bara í sjónvarpinu. Við höfum mjög oft oft á eitthvað sem er bara í sjónvarpinu og ekkert annað. Kannski er þetta á YouTube, örugglega kannski. En já, þannig ég var stöðuprúf, það var eitthvað uppistand sem heit Latti lengi lífið. Ég held ég. Og þetta er bara með fyndnari uppistandi sem ég hef heyrt. Og þetta er Latti og Karl Ágúst Úlfsson. Settist niður og skrifuðu þetta frábæra uppistand sem er rosalega fyndin. Ég veit ekki hversu oft ég hló.
Og ég held bara allir hafi húmor fyrir sig, sko. Þetta ekkert endilega svona húmor á Spaugstofuna og Heilsubælinu og þannig, sko. Ég bara hvet allir til að prófa að horfa á þetta ef þið eru með Stöð 2 Plus. Já, þetta bara Stöð 2 Plus? Já, Laddi lengir lífið. Og hvað heitir þetta? Laddi lengir lífið. Mjög fyndið Ísland með Ladda og Karl Ágúst og Siggi Sigurðs og Örn Árnason skrifa líka handritin að hann. Já. Þetta mjög fyndið. Það bara, það hljóma vel. Já. Og ég held að ég ætti kannski bráðum að fara að hlusta á. Já. Ég held að það væri bara... Það verður ekki að horfa kannski. Það náttúrulega uppistand. Já. Já. Býtu þannig að þetta eru bara þeir tveir? Nei, þetta bara Laddi. Bara Laddi? Spaugstofan sem skrifa handriti með hann. Ok. Og þetta bara hann á sviði bara? Já. Og þetta... Já. Ég var einu sinni tíma, ég var Það er svona tímamóta verk Ladda. Þetta er svona spá í svona framtíðina og svona... Spá í framtíðina? Já, svona spá í bara... Grínlegum hætti? Já, og líka bara svona spá í hann, bara hann segir, núna er ég orðinn gamall kall og svona. Já. Frekar langt síðan ég sá þetta, en já, mér finnst þetta mjög fyndið. Hvaða ár var þetta? 2013 eða 2014. Þetta er ekki mjög gamalt, sko. Ekki mjög gamalt? Nei. En þarna, já. Já. Það nú bara þannig bara. Uppistönd. Eða svo kannski Stöð 2 Plus að taka allt í burtu, þannig að kannski ég ætla að gá hvort það sé ennþá inn á Stöð 2 Plus. Já. Ég gæti kannski bara hafa fjarlægt þetta, það væri rosa leiðilegt. Það verður nú ekki alveg nógu gott. Nei. Ég ætla hérna að leita. Laddi lengir lífið. Já, þetta það hérna. Já. 95 myndir. 95 frá 2013. 2013. Laddi lengir lífið. Laddi var gaman. Gaman að því. Hvað svona... Hvaða nýju grínþættir eru aftur komnir núna á Stöð 2? Vegferð. Já, vegferð. Vegferð. Það ekkert sérstaklega fyndið vegferð. Nei. Nei. Já, ég búin að sjá alltaf þetta. Mér fannst það fyndið þarna þegar þið voru þarna í pottinum. Já. Og þarna þessi gamla kona kemur þarna. Já. Og svona, þið eitthvað... Þið mændi ekki ef ég verið nakin í lauginu eða eitthvað svona, hvað sem hún sagði. Já. Eða hvað sem það var. En, já. Svona, það skrítið verk svona, því þið eru líka sjálfan því maður veit ekki hvað satt og hvað ekki satt eða. En já, Almundur, hefur þú eitthvað umræðuefni sem þér langar að tala um? Já, kannski eitt því ég búin að kanna svona hvaða nýju íslenski grínþættir að koma. Já, einmitt. Það eru svona 2 nýjar seríur. Það er venjulegt fólk sería 4. Nú? Já, það koma í september held ég. Inn á Sjónvarpsins Premium. Síðan er RÚV að fara að gera eitthvað seríu með Eddu Björgvin sem þetta Vitjarnir. Vitjarnir. Og ég hef svona skoðað trailerinn og mér finnst þetta svolítið leiðilegt, sko. Ég veit ég mun alltaf að horfa á þetta. Hverjir eru í þessu? Edda Björgvins og með einhverjum konum. Það eru enginn að með fræg nú Edda Björgvins. Það fjallar einhverjum svona konu sem læknir, svona 50 læknir. Já. Og hún verður eitthvað fátæk og hún flytur aftur inn til mömmu sinnar sem Edda Björgvins. Og þetta er svona frekar svona eiginlega leiðilegt. En já, Almundur. Sko, þér fannst hvernig á að vera klassapusla vera skemmtileg mynd. Já, hún er bara fín, sko. Hún er bara fín. Já. Þarna saumaklúbburinn eitthvað svipað góður eða? Þú veist, saumaklúbburinn alveg frekar góður. Hún svona ekkert eitthvað mjög sérstök. En síðasta veiðiferðin alveg mjög mikið betri. Hún einmitt líka á Stöð 2 Plus. Já. Bara mæla með þess að þetta koma. En núna þessar myndir, ef við taka upp síðasta saumaklúbburinn síðasta veiðiferðin nr. 2 og Siggi Sigurjóns, hann voru í henni. Hann var einn, já. Og hún held ég voru frumsýnd annarkvort seint á þessu ári eða byrja næsta árs. Já. Það verður spennandi.
Það verður... Hún heitir út í allra síðasta veiðiferðin. Allra síðasta veiðiferðin? Síðan koma með 3 myndir allra síðasta veiðiferðin. Þetta verður alltaf 4 eða 5 myndir, sko. Þeir eru að gera rosa mikið af veiðiferðin. Er nafnið byggt á síðasta máltíðin? Featuring Jósef? Held ekki, þetta bara eitthvað svona, ég held ekki. Síðan það líka búið til eitthvað sem við síðasta kvöldmáltíðin sem var náttúrulega úr. Já, það leikrit. Jú, en ég heyrði eitthvað þetta líka að gera mynd. Ég veit það ekki. Hvað segir þú samt að meikar ekki sens sería 2? Já, það er reyndar ekki, það var ekki eina fréttir það reyndar. Allavega ekki þessi á. En Eurogarðurinn? Já, það átti blöð fór í viðtal og sagði já, kannski getum við skrifað hann með 2 næsta sumar. Já. Síðan það sagði Stöð 2 að því miður væri Eurogarðurinn ekki þessari vetrardagskrá. Já, það er mikið framundan. En eru einhverju svona alvarlegir þættir? Já, það er náttúrulega Ófærð, sería 3. Ég var einmitt að hugsa Ófærð, kannski Ófærð. Síðan Stöð 2 var að gera sakamál fyrir sem heitir Svörtu sandar. Svörtu sandar? Já. Það er rosalega mikið eitthvað. Já. En hvað fannst þér þarna, hvað hétu eftir þættirnir? Það var eitthvað svona... Það hafði allavega svona, myndin var allavega eitthvað svona kona eitthvað að horfa á glugga svona með kaffibokla svona. Það var eitthvað svona þættir, fyrsti þátturinn var eitthvað svona, það var einhver gæi sem var alltaf að elta einhverja konu og eyðileggja lífið hennar. Á hvaða sjónvarpsstöð var það? Það var Stöð 2 minni mig. Ég kannast eiginlega ekkert við það. Það byrjaði allavega Ó, ekki Ófærð, nei. Eitthvað annað. Já. Það var eitthvað óviðeigandi, eitthvað, ég man það ekki, veistu eitthvað? Prófa að searcha. Eitthvað. Já. Maður kannast ekki alveg við þetta, sko. Eitthvað Ómar. Stöð 2. Stöð 2. Stöð 2. Prófa að skrifa eitthvað. Stöð 2 sería, eitthvað ný Stöð 2 sería. Myndi það ekki skilja eitthvað? Já, þetta er dálítið nýtt, sko. Já. Hvað, þetta hérna? Nei, ekki Ghostbusters, kallið minn. Nei. Nei, ég veit ekki alveg hvað þetta er, sko. Herri, já, síðan ég veit 2 nýjar seríur sem Steindi er að fara að gera. Nú? Já, 2 nýjar grímseríur. Já. Já, er tilbúin? Já. Það er ein sería sem verður sýnd í haust. Já. Það sem Auddi og Steindi er í keppni. Það sem þetta svona keppni, hver er bestur, við gera kannski einhverja stuttumynd. Stutta leikjumamynd. Steindi gerir eina mynd, hann ræður öllu. Auddi gerir eina mynd, hann ræður öllu. Síðan er svona keppt hver verður betri. Þetta er eitthvað sem er koma. Ég man samt, Arnaldur. Horfðir þú einhvern tímann á barnaverðlaunin eða svona, þú veist? Ég sá eitthvað fyrstu, eitthvað 2018 eða eitthvað. Já, þá Steindi, það var annarkvort Steindi eða Auddi sem átti að vera svona grínari á barnahátíðarinnar ársins eitthvað. Og Steindi vann og Auddi var ógeðslega miður sín að það væri ekki fyndnari. Þannig að Steindi var alltaf eitthvað svona, allir krakkarnir voru alltaf eitthvað að hlusta eitthvað FM9 Blue og Steindi var alltaf eitthvað svona eitthvað svona, alltaf svona algrínari og svona og hinn. Ég er ekki búin að segja hina grímseríu. Það er sería sem heitir Magnalauf. Hún verður svona ekki sýnd fyrir næstu 2 ár, en þetta sería handrit sem myndir Steindi okkar, Magnús Leifsson, hann er að fara að leikstýra þessu. Það fjallar mann sem vinnur á skemmtistað
í 80s og Steindi á að leika hann. Þetta einhverju grínþættir. Ókei. Já, það rosa lítið vitað þetta er Magnaluf. Magnaluf, og já, það verður bara komið meira í ljós. Ég held að það sé svolítið langt í þetta, ég veit það ekki. En býtu, já, ég man sko, það var alltaf verið að gera grína þarna leikstjóranum sem leikstýrði Vegferð. Já, Baldvin Zeta. Baldvin Zeta. Hvað hefur hann leikstýrt eiginlega? Hann leikstýrði þarna, hann hefur leikstýrt bíómyndum. Hann leikstýrði þarna myndinni þarna Vonarstræti og Lof mér að falla og Já, Lof mér að falla. Og Órói-myndin. Og hann leikstýrði þarna þriðju seríu sem heitir Réttur. Já. Og Vegferð. Og núna er hann líka frá að leikstýra Svörtu sandar. Það er núna í tökum, ný sakamálasería. Já, en þarna, hvað var það aftur sem ég ætlaði að segja? Það var þarna... Já, hann leikstýrði ekki núna. Baldvin Zeta, hann leikstýrði, leiðu vera aðeins að segðu aftur þarna það sem hann hefur leikstýrt. Órói, Lof mér að falla. Já, Lof mér að falla. Það myndi bara út af ykkur ástæðu á þarna, á Hvítu dagur. Já, ég sé hana. Sem vann verðlaun. Já. Svona, ég man, hvaða íslensk mynd var aftur mynd ársins? Árið hvað? Árið 2020. Já, það var hluti Hvítu dagur. Hvítu dagur. En síðan Eddan 2021 eftir að vera... Já. Já, svona veit ég ekki hvað. En þarna, hvað heitir aftur leikarinn í Hvítu dagur? Ingvar E. Já. Þarna, af hverju hann bara frægasti leikari á Íslandi? Já. Hann bara í öllum vinsælustu íslensku kvikmyndum. Já, hann rosa góður leikari, sko. Ég er alveg sammála sko, hann bara í öllum myndunum sem hafa verið nefnt í bíóás þáttunum. Ísland Bíóland. Já, Ísland Bíóland fyrir ekki. En þarna, hefur þú séð Hvítu dagur? Nei, en... Ég hef séð hana, hún er í alveg ekki það góð. Mér finnst hún bara frekar vond, sko. Í alvörunni? Já. Hún er rosalega listræn. Það er ekki að spoila, en þú veist, þetta er svona... Hún er alltaf listræn. Sko, veist þú hvað tölleikur God of War er? Já, nei. Þetta er svona goðafræðileikur pappa með syni sínum eitthvað svona gæðið Kratos. Nei, þetta er ekki goðafræðileikur. Ég skiptir einhver. Allavega, þetta er svona þannig að þetta er svona pabbi og svona nema þetta er svona íslenska útgáfa þannig að þetta er afi og barnabarnið. Já. Og bara þetta er eitthvað svona, þetta er rosalega listrænt, það ekki? Jú, svona. Ég sá á senu þar sem þau voru að öskra í einhverjum göngi eitthvað. Já, þetta er alltaf ekki veit. Og það var einhver sena þar sem hann er lögga og Siggi Sigurðsson og það Arnmundur Ernst sem voru á löggustöðir. Þú ert bara vondur kall. Síðan var hann eitthvað brjálaður og læsti þá inn í fangaklefa og var að berja þá. Voru hann að læstir í einhverja 2 daga. Já. Og bara alltaf mikið kjafta. Hún er ekki mjög góð þessi mynd, sko. En þarna... Ekki fyrir mig. En málið með þarna stelpuna sem lék í Hvítu dagur í verðlaununum. Já. Hún þarna... Í Eddunni. Já, hún sagði eiginlega ekki neitt. Hún var bara svona, já, þetta var bara fínt. Já, þetta er svona dóttir leikstjóra, sko. Já. Hún er eitthvað svo stressið. Já. Já, þetta var bara... Þú ert rosa góð í að muna texta. Já. Þetta var bara skemmtilegt. Skrifaði var eitthvað, að reyna að vera eitthvað skemmt. En það var mjög góð þetta því að Spaugstofan vann heiðursverðlaun. Já, hún vann heiðursverðlaun. Var það ekki út af þáttunum þarna sem voru sýndir? Spaugstofan. Nei, það var bara til að þau eru að gert svo mikið. Það er bara... Þeir eiga það skil. Já, algjörlega. Að þurfa að gera einn risastóran grínþátt á einni viku. Já, þau gerðu 500 þætti. Já. Í 30 ára, það var ævistarfið þeirra. Bara ævistarfið þeirra. Það byrjaði sem einhver aukavinna, en síðan var þetta ævistarfið. Já, en hvað eru þeir að gera einmitt núna? Já, Örn Árnason, hann er í Þjóðleikhúsinu, leik í Kardimámubænum, Já. Hann leik eitthvað í Hörpunni, HTB,
Íslandir, 60 Minutes. Já. Karl Ágúst Úlfsson, hann núna rithöfundur. Hann núna skrifar svo mikið á bókum. Já. Siggi Sigurðs, hann ennþá leikari. Já, hann náttúrulega svo vinsæll leikari. Hvað með þarna Randver? Hann að leika í auglýsingunum. Herri, já, hann alltaf búinn að vera í Rjómanum. Hann bara þekktur meðlimur í Rjómin. Já, veitu hvaða auglýsingur er það? Til dæmis Mottumars og eitthvað. Ég bara sé hann í bara Rjómin og auglýsingum. Hann hætti að vera leikari, hann gerði ekki neitt. En núna er hann komin aftur leikari. Hann lék í Ráðherranum. Já. Herri, hann komin aftur. Seinlega leik í Systra-band-seríuna Sjónar Símans. Og hann líka frá líka Verðbúð, það er í dramastudiós á RÚV. En hann orðinn aftur leikari, það er svo gaman. Já. En þarna, hvað með Pálma? Pálmi? Hann líka bara leikari, hann rosa mikið bara á Bolungarvík. Já. Í náttúrunni og leika með hundinn sinn og svona. Pálmi var þarna í, hann var í verkferð. Já, hann var eitthvað svona, þú ert ekkert eitthvað. Hann alltaf búinn að leika hann svona, þú ert misheppnaður sonur minn, eitthvað svona týpa. Alltaf þessi. Svo lék hann líka í Benjamin Dúfa. Hann var líka svona þannig karakter. Já. En hann var yngri. Líka í Íkynguðsmyndin, hann var yngri eftir henni. Já. Leik svona leiðilegan dómar og svona, þú ert leiðileg strák. Djöfull langar mig mitt núna út af einhver ástæðu að horfa á Sápa núna. Ég veit ekki af hverju. Það var nú ekkert mjög skemmtilegur. Mér fannst þau vera bara mjög skemmtilegir, sko. Já, ekki alveg tilbaka. Kannski ekki alveg fyrir þig, sko. Nei. Fyrir mig þetta var bara Katla Margrét og gæinn með skeggi sem ég gleymi alltaf hvað heit. Jóhannes. Þetta eiginlega næst. Ég sá hann í fucking Rush. Ertu að grínast? Þetta næst frægasti leikari á Íslandi. Já, ég sá hann. Hann lék í Game of Thrones í milljón. Ég veit, hann sagði það og hótaði ís í þarna í Meikar ekki sens. Já, í Steypistöðinni. Já. Það var svona alveg einn sketch sem Meikar ekki sens í Steypistöðinni. Svona var eitthvað í einhverju bensínstöð. Það var gefið mér nammi. Svo var eitthvað slakaði á Jóhannes. Þarft ekki nammi. Gefið mér nammi. Það var alveg hræðileg sketch, sko. Það er svo tóntið fyrir. Ég veit að ef að Jóhannes Haukur myndi koma á bensínstöð og hann myndi bara síkja nammi. Hvað myndir þið gera? Væri það líka ekki bara fyndið ástand? Jú, fyndið. Hugsa út fyrir kassanum. Ég veit ekki hvernig ég á það. En ég var þarna að hlusta á podcast. Það sem heitir var Hannes Óla, þú veist hver hann er? Nei, Hannes Óla? Hann leikur Sjón Davíð og Dong-gaurinn. Mikill grínustu og skemmtilegur maður. Já. Hann þarna var að segja... Já, ding-dong. Já, hann var að segja það voru tveir ráðunir, það voru tveir í pröfu fyrir þarna ég að ding-dong mannshlutverkið. Já. Það var hann og hver einn annar og ég var að hugsa hver það geti verið, einhver íslenskur og hugsa, gæti það verið Örn Árnason? Örn Árnason er eitthvað, jæja, ding-dong. Já. Getur ekki ímyndaðir Örn Árnason að segja það? Gæti vel verið kannski? Já. Eða Jón Gnarr kannski? Sko... Ég veit það ekki, hann ætla aldrei komið ljós. Sko... Hver það var? Þarna... Mér minnir, sko, Eurogarðurinn. Já. Er ekki að fara að koma á seríu 2. Það er mjög líklegt, sko. Já, ég vona. Maður hefur literally Jón Gnarr að segja you haven't seen nothing yet. Já, og líka þetta endaði þannig, maður veit ekkert, sko, þetta var eitthvað þannig, þarna Fríða og Danni, þau byrjuðu ekkert saman í endan. Nei. Maður veit ekki neitt hvað gerast. Hún kom bara eitthvað að hugga hana, hún sagði eitthvað, já, hún var eitthvað ólétt. Já, hún var ólétt. Já, mér líður eins og þetta var í alveg kannski barnið svona Fridda, þetta var á endan bara, barnið hans Danna eða eitthvað. Það eru margar spurningar ósvaraðar. Þannig já, ég held að það muni koma ný sería. Sjá næsta ári. Já, svo líka Pálmi og Steindi að skiptum í að mér. En ég vil núna vita, Arnmundur, hvað er uppáhaldsgrínið þitt í Eurogarðinum? Örugglega í síðasta þættinum Jón Gnarr var að taka upp hana. Já, hæ? Hann var að taka upp hana með svíninu hana. Já. Já, það var mjög fengið.
Það svín í herberginu eitthvað. Já. Oh my god, það var svo fucking vígalegt, maður. Já. Ég elska hana húb, sko. En ég var líka alveg stundum að tala Steinn Junior og hann var að segja hún finnst uppistand ekkert rosa sérstakt. Hún finnst það form ekki rosa skemmtilegt. Hún langar svona að prófa að gera eitthvað uppistand. Hún heldur svona að hann væri ekki mjög góður. Og þá er eitthvað svona steindi uppistand, hvernig heldur það myndi vera? Sko. Ég get bæði séð að enda vel og séð að enda illa. Já, en þarna ég veit að það er til einn sérstök tegund af uppistandi sem hefur bara alls konar atriði. Já. Og þarna það er nú þannig að sko, veistu hvað mér finnst að þú ættir að horfa á? Hvað? Þannig að þú ert með Prime Video, er það ekki? Jú. Þú ættir að horfa á Australia Don't Laugh. Já. Það er ógeðslega fyndið. Það eru alls konar ástralska grínista sem er að reyna að láta hvort annað hlæja í einni svona fake íbúð. Já. Og það er ógeðslega fyndið, sko. Og það eru þessi sérstakir uppistandarar í því sem hafa svona atriði í uppistandunum. Bara svona eins og að hafa bara sketsa bara í uppistandinu. Já. Sketsa uppistand. Já. Sem mér finnst bara að vera mjög sniðugt, sko. Þannig að kannski geti Steindi gert eitthvað svona þannig. Já. Kannski. Hvað finnst þér að Steindi myndi gera í sínu podcasti? Hann er náttúrulega með FNÍ Blöð. Já. Það er svona eiginlega podcast núna. Hvað með að myndi að gera bara podcast með einhverjum öðrum, sko? Já, með Auðvitað og Gils kannski. Já, Gils. Það myndi heita FNÍ Blöð kannski. FNÍ. Það væri svona einn í FNÍ frá 7. Já. Það er svona föstudaginn og Auðvitað. Manstu samt í fréttunum, þá var þarna verið að flæða í þann skólanum, einhverjum skóla. Já, Háskóla Íslands. Og þarna, allir krakkarnir sem voru þarna, þeir voru eitthvað svona, þeir voru þarna að fara þarna í rútu og svona, hvernig finnst ykkur að flytja í annan skóla? Já, það er bara fínt, sko. Nema mér finnst bara mjög leiðilegt að rútubílstjórinn fékk okkur ekki til þess að hlusta á FM 957. Ha? Sko, það var ekki háskólanum í mig. Nei, já, er það Fossvogsskóla? Kannski. Við fengum ekki að hlusta á FM 957. Jú, hvað var það? Já, nei, ég man það ekki. Já, en þetta er svona rosa minnist, þetta er eitthvað frá flæði yfir ykkur sko. Já, það var eitthvað mjög löng frétt um þetta eitthvað svona. Já, gleymdi þið strax sko. En þarna, Arnmundur. Já. Mér langar bara að koma með eina skemmtilega spurningu. Hver er uppáhalds fréttamaður þinn? Fréttamaður? Já. Bogi Ágústsson. Nei, það er ekki Bogi. Er það ekki? Nei, það er alltaf típist eitthvað fyrir Bogi Ágústsson. Já, krakki sem fékk fólk Boga Ágústsson. Ef ég áfyrst að vera bara ekkert grín, þá ætlum ég að segja Helga Arnardóttir. Hún gerði nokkar grínþætti, þakkamálþætti fyrir Stöð 2, mannshvörf á Íslandi og óupplýst lögregla. Hún er svona flott fréttakona og svona. Ertu að tala um þess að þarna dálítið sólbrúnu þarna með dökkárið? Nei, hún er ljóshærð. Já, er það þessi þarna með háls þarna peysuna þarna? Já, örugglega, hún er svolítið svona, já. Er hún ekki alltaf alvarleg? Já, jú. En hún er svona að brosa svona. Horfið þú á 10 fréttir af þér? Nei. Ég horfi svolítið lítið bara á fréttir. Ég horfi alltaf á svona 10 fréttir. Það er svona það síðasta sem ég horfi á í sjónvarpinu en ég fer að sofa. Já, en þú veist, það er bara svolítið orðið hjá mér þannig núna að, þú veist, já, þú mátt kannski horfa á einn þátt þarna, en af hverju að velja 10 fréttir? Þú getur vel bara eitthvað, þú veist, eins og. Mamma og pabbi eru að nota sjónvarpið, sko. Já, hann er því ekki með annað sjónvarp. Nei, já, sko það sjónvarp er bara fyrir PlayStation og Netflix og þannig, sko. Já. Við höfum ekki RÚV og þannig í því, sem er mjög leiðilegt. Já. Mér finnst það að vera mjög leiðilegt í alvegni. Ert þú með svona Apple TV? Apple TV er mjög skemmtilegt, Já, sko. það er algjör snill, sko.
eina sem maður þarf, það er bara Apple TV og ekkert annað. Bara pinglítið kassi, þetta downloada RÚV og Netflix og... Já, við í alvörunni tókum Apple TV með okkur á sumarbústaðinn, sko. Já. Settum það bara hjá sjónvarpinu, kveiktum í gang, bara svona. Já. Svo líka ógeðslega þægilegt, sko. Ef að þú ert mikill svona tölvuleikjakall eða eitthvað svona. Já. Það er til þetta sem heitir Apple Arcade. Já. Og þá er bara hægt að taka PlayStation fjastingar með sér. Já. Og þannig að ef maður hefur Apple Arcade aðgang, þá getur maður bara downloada leikjum og geta bara spila tölvuleiki bara í sumarbústað. Það er ógeðslega þægilegt, sko. Já, örugglega. Þannig að já. Gaman. En þarna, já. Er eitthvað annað, Arnhildur? Já, hvað erum við búin að tala lengi? Þetta er alveg búin að vera, hvað er þetta búin að vera í gangi lengi, maður? Hvað heldur þú? 2 klukkutímar? Já, það eru 10 mínútur. Það til að vera komið 2 klukkutíma. Vá, ha? Já. Jesus. Já. Dang. Já. Það er bara þannig. Veitum kannski að fara að slekka þessu kannski? Já. Já, við þurfum að fara að gera það. En bara aðeins fyrst. Já, það er... Erum við búin að enda upptökuna? Nei, ég er ekki búin að ýta á rauðatakana. Nei. En þarna, er eitthvað fleira annað en sjónvarp og útvarp sem... Já, við erum svolítið búin að ræða það. Er eitthvað, hvernig gengur með Palla PlayStation? Já, bara vel á það. Hvað er búið að gerast? Ég heyrði að það var eitthvað Among Us eitthvað. Já. Var ég alveg verið að spila Among Us í? Já, Stella myndi að skrifa eitthvað sögu í skólann og stóð eitthvað og strákarnir byrja að spila Among Us. Og svona eitthvað, ég ætla að stróka þetta út, þetta er heimskulega. Gunnar Helgason að reyna bara að velja þetta eitthvað. Það er... Og hann er svona að reyna að segja eitthvað svona, hann reyna að segja eitthvað, já, og hann Jói í skólanum, hann er á Facebook, það er svo gamla kallalegt. Hann er ekki á Instagram eða TikTok, bara Facebook. Síðan var það svolítið svona að reyna eitthvað svona, hann var að setja mynd af bróður sínum á TikTok og allir stelpurnar sem eru vinkonur sem voru að setja eitthvað svona einhyrninga emoji og eitthvað svona að reyna að ýkja þetta svona. Jesus. Já. Þetta er samt ógeðslega gunnarlegt, sko. Já. Ég var svona feitt. Ég var hérna með hugmynd daginn að búa til app fyrir App Store og Play Store sem var líka til downloada Apple TV sem er þannig bara streymisveita fyrir allt sem við höfum gert sem bara ókeypis. Allt sem við höfum gert? Já. Það væri þetta að horfa á skjáinn og HTX-erna og fá eitthvað svona. Ætlar að bara taka það skref bara? Já, það væri ekkert, en þetta ég er ekki búin að pæla þetta mjög mikið meira. Það er stór pæling, sko. Já, en þetta væri ekkert svo flókið sem við í rauninni það. Þetta þarf ekki að vera vinsælt, sko. Nei, bara fyrir okkur. Já, kannski einhverja aðdáendur. Já, þetta bara... Aðdáendur. Þetta er bara fín hugmynd, sko, en þetta gæti verið dálítið vesen, sko. Ertu viss um það? Ég er bara búin að hugsa þetta. Ég er ekki aðeins búin að googla hvað þessi mál. Það er ekki mjög mikið máli. Síðan bara, já, ég hef ekki verið að pæla mikið í þessu. Já, sko, hver... Svo, ég veit kannski hvað þú veist það, fyrir ég er búin að búa til vefsíðu sem er bara karlakofinn. Vefsíða fyrir karlakofinn. Bara vefsíða? Já, en þú veist að einu stendur hérna bara eitthvað hvað liðir eitthvað það er að hlusta alla þættina. Já. Og eitthvað þáttinn og eitthvað svona. En Arnhildur, hver er uppáhalds auglýsingin sem hefur verið sýnd? Já, kannski bara Kraftlið spuna. Kraftlið spuna? Já, hún er svolítið vanmetin. Þetta var svona áður en allir þættir vatnumarsfjölskylduna. Síðan árið eftir það var það þannig að við förum í karlaklefanum, allir var eitthvað, oh my god, þetta er best í heimi. Mér fannst þetta að henni vera frábær auglýsing, sko. Mér fannst hún ekkert vera mér systur, en Kraftlið spuna, þetta er... Kraftlið spuna? Kraftlið spuna. Sko, hver finnst þið vera versta nóttumarsauglýsingin? 2021. 2021? Já, það var bara eitthvað Snorri Björns og Jóhann Alfreð með eitthvað skegg og eitthvað, safnaðu eitthvað, mátti mest. Þið eru alltaf með svona flottar auglýsingar en í ár þá voru þið bara með þægilega auglýsingar. Kom með eitthvað betra, ég alveg tala. Já, kom með eitthvað betra maður. Hvað er að ykkur? Já, við þurfum að fara að hætta þessu ekki. Já.
bara klára þetta borð. Já, hvað tekur það langa tíma Andri? Ég veit það ekki. En allavega. Þarna eru einhverjar sérstakar bækur sem þið langar að lesa? Já, alltaf Karl Þórsson, hann var að gefa út nýja bók. Já, hvaða bók það? Hún heitir... Nú man ég ekki hvað. Þetta eitthvað bók sem fjallar hann og eitthvað. Og eitthvað svona skáldsaga. Og ég sá hann í bókabúð sem fletti hann síðan eitthvað. Þetta er skemmtilegt. Þannig að ég man samt, ég gaf Matthíasi í jólagjöf. Þannig að einhverja bók sem hafði Karl Ágúst Úlfsson í því. Það var eitthvað svona geimsteinarnir hans afa eitthvað. Já, hann var bara hulsturinn eitthvað. Já, hann var eitthvað á hulsturinn eitthvað. Geimsteinarnir mínir. Ógeðslega skrítið maður. Þú heldur að Matti er búinn að lesa hana? Já. Akkur ekki. Ég var reyndar að viðurkenna að ég les aldrei þessar bækur sem þú gefur mér. Lesur þið það aldrei? Það er sumar, ég bara hef sem ekki tíma í þetta. En ég les alveg meira hlutan stundum hef ég. Það eru 5 bækur sem fékk hans í jólagjöf 2017 sem ekki ennþá mér að lesa. Nú. Lest þú bara allt sem ekki gefur þér? Já, eiginlega. Þú veist, ef eitthvað myndi gefa þér bara eitthvað sem þú er bara engan af. Hvað er eitthvað sem þú er engan af? Þeir eru bara alveg saman og bara... Í hvað alveg saman? Já, það hlýtur nú að vera eitthvað. Þú hefur nú áhuga á mjög mörgum. Það hlýtur að vera eitthvað sem þú... Bara bækurnar sem ég fékk en aðrir ættingjar mínir gáfu mér þegar þeir vissu ekki að ég ætti bækurnar. Já. Eða bara gamla barnabækur, ég er að reyna að vera sniður. Já, akkur svona gamla barnabækur, því ég finnst rosalega leiðir. Heldur að myndir bara að lesa þetta? Ég hef ekki fengið neitt þannig, sko. Nei, en ef þú myndir... Það eina sem fjölskylda mín er að hugsa einmitt núna er að ég sé að fá svona teiknibækur. Já, svona teikniblokkir þá, eða... Nei, bara svona teiknibækur. Já. Eða bara teiknisett. Það er ekki að gefa mér, ég man ekki hvað bækur það var að gefa mér. Allavega. Ég elskar að fá alltaf mikið á bókum, sko. Það er bara alltaf mikið. Afmyndur. Já. Ertu með eitthvað leynilegt podcast sem þú hefur aldrei sagt mér frá sem þú hlustar á? Sko, ég bara, podcast sem ég hlusta á er Beint í bílinn og FNÍ og Tvíhöfði og Karlakofinn. Snæbjörn talar við fólk. Snæbjörn talar við fólk? Já, bara svona gaur sem bara tala við eitthvað annað fólk. Stundum er eitthvað áhugavert, ég hlusta stundum á, stundum ekki. Bara það er eitthvað, já, þetta sem heitir Grínland, það sem að var að taka viðtölu Grínista, það er frekar fundið. Já, Grínland, því kannast eitthvað við það, sko. Já. Hver er að stjórna því? Þarna Doddi litli, þarna teiknarinn hjá Tvíhöfða. Já, Doddi. Já, hann er alltaf hérna í bakgrunna, strákar, þið munið að tala þetta. Já. Hann sér um það. Og þarna, og já, og svo lyfti ég líka podcast sem heitir Rautt og hvítt, sem er svona ofurhjá 70 mínútum. Það er svona 2 gesti eins og Eitt og Sveppa og Júlíanu Söru og Valakristínu eða Tvíhöfða og Eitt og Steinda og Gunnar og Felix eða eitthvað svona tvennt fólk og spjalla við það. Og já, þetta er svona frekar mikið allt sem ég hlusta á. Ég þarf að kannski bara finna einhverju nýja hlusta á. Já. Ég setti inn á Reddit eitthvað að þig, finn ekki neitt að hlusta á. Er það með einhverja hugmynd? Voru eitthvað 30 sem skrifuðu eitthvað podcast. Svona skoðaðum öllum, mér fannst ekkert eitthvað rosa svona eitthvað spennandi, sko. Eitthvað svona sérstakt. Þannig já, það var bara þannig. Það er nú bara þannig, sko. Já, það er þannig. En þetta podcast, hvað er bara fyrir aðeins og típi að gera þetta? Eigum við ekki bara, já? Þetta er bara aðeins og típi. Þetta er bara aðeins og típi? Já, þetta er bara aðeins. Segjum það bara. En já, ég held að þetta podcast sé bara að fara að vera komið að enda. Við vonum að klára PlayStation 2 borði í Aston Spilum. Þá skulum við bara sluppa á sjónvarpinu. Já, bara við gerum það eftir sjónvarpinu. Kærar þakkir fyrir þeim fólki sem við nefndum. Og bara fólk sem nennir að hlusta. Fólk sem nennir að hlusta. Ef við gefum þetta út. Ef við gefum þetta út. Já.
og bara... Kannski munum við gera þátt 2 einhvern tímann, kannski ekki. Það kemur í ljós einhvern tímann. En það er allavega búið að vera gaman. Herru, já, við erum að detta í 2 klukkutíma. Já. Þannig við bara þökkum fyrir okkur, ekki satt? Já, ok. Bless.